Ja. Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 26. maí árið 2026 og hér með settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta sögulegur fundur þar sem að hér að hefjast síðasti fundur bæjarstjórnar á kjörtímabilinu 2022 til 2026 og næsti bæjarstjórnarfundur næsta bæjarstjórnarfundi þá sest hér ný bæjarstjórn í okkar stóla og heldur áfram störfum. Eftirtaldir bæjarfulltrúar eru mættir hér til fundar. Það sá sem hér stendur, Valgarður Lyngdal Jónsson, forseti bæjarstjórnar. Einnig sitja fundinn má nú sjá. Hérna þetta. Einar Brandsson, Ragnar B. Sæmundsson, Kristinn Hallur Sveinsson, Líf Åse Skarstað, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og þá situr fundinn Ragnheiður Helgadóttir, varabæjarfulltrúi í fjarveru bæjarfulltrúa Lífar Lárusdóttur. Einnig situr fundinn bæjarstjóri Steinar Adolfsson sem sér einnig ritun fundargerðar. Eins og ég sagði áðan, þá hér síðasta fund bæjarstjórnar að ræða á þessu kjörtímabili. Umboð kjörinna fulltrúa rennur sitt skeið nú mánaðamótin og þá tekur ný bæjarstjórn við keflinu. Ég býð gesti í sal velkomna. Hér sitja nýir bæjarfulltrúar og fylgjast með. Og ég óska öllum nýkjörnum bæjarfulltrúum innilega til hamingju og vona að þeim farnist sem allra best í sínum mikilvægu störfum í þágu íbúa Akraneskaupstaðar. Áður en við göngum til dagskrár þá verð ég að bera hér upp breytingatillögu á dagskrá og ég óska hér með eftir með vísan til C-liðar 15. greinar samþykktar stjórn og fundarskjöp Akraneskaupstaðar númer 696 frá árinu 2013 að 3 mál verði tekin inn með afbrigðum. Og ég ætla bara að bera þau öll upp og þar sem að þetta nú svolítið svona samhangandi. Sem sagt öll málin svona á sama meiði, þá ber ég þau öll upp og höfum bara eina atkvæðagreiðslu allar 3 tillögurnar ef ekki eru gerðar athugasemdir við það. Það þá í fyrsta lagi mál númer 2512 5542 breyting á deiliskipulagi Garðalundar og Lækjarbotna sem snýst hringtorg Akranesvegar. Mál númer 2605 3715 framkvæmdaleyfi fyrir nýtt hringtorg og undirgöng við Akrafjallsveg ásamt fleiri verkþáttum og mál númer 2605 3582 sem fundargerð skipulags- og umhverfisráðs frá 27. maí síðastliðnum. Verði afbrigðin samþykkt þá verða fyrstnefndu málin 2 númer 5 og númer 6 í dagskránni og síðastnefnda málið númer 11 og þá 16 mál samtals á dagskrá fundarins í stað 13 eins og boðað var í útsendri dagskrá. Þessi samþykkja þessa breytingu á dagskrá fundarins gjör svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá förum við í
Fyrsta mál sem að hefur málsnúmer 2605-3553, bæjarlistamaður Akraness 2026, en árlega útnefnir Akranesskaupstaður bæjarlistamann til 1 árs í senn. Menningar- og safnanefnd Akranesskaupstaðar óskaði eftir tillögum frá almenningi bæjarlistamann Akraness árið 2026. Alls bárust 26 tilnefningar að þessu sinni. Niðurstaðan verður tilkynnt við hátíðlega athöfn og þjóðhátíðardaginn þann 17. júní næstkomandi. Ég ætla að gera að tillögu minni að þar sem að leynd hvílir yfir því hver bæjarlistamaður fram til 17. júní að við frestum umræðu og ákvarðanatöku fyrsta mál þangað til í lok fundar þegar slökkt hefur verið á útsendingu á fundinum. Ykkur sem gerir athugasemdir það. Aldeilis ekki. Þá geymum við mál númer 1 og förum í mál númer 2. Annað mál á dagskrá, málsnúmer 2602-1828, Semensreitur, deiliskipulag reitir A og B. Lögðu fram tillaga að óverulegri breytingu á deiliskipulagi Semensreits, reita A og B að lokinni grenndarkynningu samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga. Skipulags- og umhverfisráð hefur fjallað framkomnar athugasemdir og viðbrögð við þeim og samþykkti á fundi sínum nr. 352 þá 4. maí síðastliðinn framlagða samantekt og svör við athugasemdum. Jafnframt lagði ráðið til við bæjarstjórn að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi Semensreits, reita A og B og máli verið auglýst í B-deild stjórnartíðinda samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Og ég gef orðið laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja umrædda breytingu á deiliskipulagi Semensreits, reita A og B og auglýsingu í B-deild að gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðja mál á dagskrá fundarins hefur málsnúmer 2605-3514, matarmiðar endurskoðun verðgildis. Til skoðunar hefur verið að hækka verðgildi matarmiða Akranesskaupstaðar að kröfu þjónustuveitanda. Bæjarráð samþykkti á fundi sínu númer 3625 þann 13. maí síðastliðinn að verðgildi matarmiða Akranesskaupstaðar verði krónu 2.400 með gildistíma frá 1. júní 2026. Ráðið taldi rými verið innan samþykktra fjárhagsáætlunar vegna þessa útgjaldaliðar og vísar hér málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið laust þriðja fundalið. Að óskar enginn eftir að taka til máls, þá biður þá sem samþykkja þessa hækkun á verðgildi matarmiða að gjöra svo vel að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. 4. fundaliður, málsnúmer 2602-1606, breyting á dagsetningu fundar bæjarstjórnar, sem verið þá 10. júní 2026 í stað 9. júní. En bæjarfulltrúar hafa óskað eftir að færa fund bæjarstjórnar sem samkvæmt samþykktri fundaáætlun á að vera þriðjudaginn 9. júní til þess 10. vegna útskrifta í grunnskólum Akranesskaupstaðar sem framfara á þriðjudeginum. Einhver sem vill taka til máls? Þá biður þá sem samþykkja tillöguna að gjöra svo vel að gefa merki. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Nú ég aðeins hérna skipta miðil vegna þess að við erum komin í 7. mál sem þá annað þeirra mála sem við bættum við hér í upphafi fundar.
Það hefur málsnúmer 2605 3705 framkvæmdaleyfi nýtt. Nei, við erum á 5. Fyrirgefiði. 5. fundarliður, málsnúmer 2512 5542 breyting á deiliskipulagi Garðalundar og Lækjarbotna hringtorg á Akranesvegi. Lögðu fram tillaga að verulegri breytingu á deiliskipulagi svæðisins sem ber heitið Garðalundur og Lækjarbotnar. Að lokinni auglýsingu samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Breytingi felur í sér stækkun skipulagssvæðis, aðlögun göngustíga og gerð hringtorgs við gatnamót Akranesvegar, Akrafjallsvegar og Lækjarskóga. Tillagan var samþykkt til auglýsingar á fundi bæjarstjórnar þann 24. mars síðastliðinn og var auglýst frá 7. apríl til 24. maí. 2 umsagnir bárust á auglýsingatíma. Heilbrigðiseftirlit Vesturlands gerði ekki athugasemdir við tillöguna. Veitur bentu á legu háspennulagnar innan svæðisins og óskuðu eftir að stofnlagnir yrðu sýndar á uppdrætti eða þeirra geti í greinargerð auk samráðs við áframhaldandi hönnun og framkvæmdir. Ekki talið að framkomnar umsagnir kalli á breytingar á meginforsendum tillögunnar. Bókun 354. fundar skipulags- og umhverfisráðs með þessum hætti. Skipulags- og umhverfisráð samþykkir framlagða samantekt umsagna vegna breytingar á deiliskipulagi Garðalundar og Lækjarbotna vegna hringtorgs við Akranesveg. Skipulags- og umhverfisráð telur að framkomnar umsagnir gefi ekki tilefni til efnislegra breytinga á tillögunni og leggur til við bæjarstjórn að deiliskipulagsbreytingi verði samþykkt og send Skipulagsstofnun til yfirferðar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 áður en nú tekur gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Þannig málið búið og ég gef hér með orðið laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Þór Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir í sal og þeir sem ákunna hlýða. Þarna verkefni sem búið að vera í gangi í mörg ár og við sjáum loksins fyrir endan á því að þetta sé að koma og ég vil bara þakka bæjarstjórn allri fyrir vinnuna ásamt starfsfólkinu okkar. Þetta búið að taka svolítið langan tíma en þetta loksins að þetta á. Við höfum svo sem talað það áður hérna að það væri ákjósanlegt að það væri 3 undirgöng á þessum stóru gatnamótum. Við allavega fengum í gagni þarna þessi einu en það ekkert útséð með að á síðari stigum ná að koma 2 öðrum þannig að það sé hægt að fara svona nokkurn veginn hringinn hérna undir þjóðveginn af því að við vitum að það bæði íbúðabyggð, tómstundabyggð og fleiri áhugaverðir staðir fyrir fólk til að fara. En ég vil bara númer 1, 2 og 3 bara þakka allir sem koma að þessu og vonandi heppnast það vel og verði bara glæsilegt fyrir okkur. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingi Þór. Eru fleiri sem óska eftir að ræða þessa tillögu? Svo ekki. Þá tillagan sem sagt sú að deiliskipulagsbreytingin verði samþykkt, hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar og að þeirri yfirferð lokinni taki hún gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Þessi samþykki þessa tillögu gjör svo gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að 7. fundarlið. Málsnúmer 2605 3705 framkvæmdaleyfi nýtt hringtorg og undirgöngu við Akrafjallsveg ásamt fleiri verkþáttum. Lögð fram umsókn Vegagerðarinnar dagsett 11. maí síðastliðinn framkvæmdaleyfi vegna framkvæmda við nýtt hringtorg á vegamótum Akrafjallsvegar og Akranesvegar ásamt nýrri tengingu við Skógarhverfi, undirgöngum undir Akrafjallsveg fyrir göngu- og hjólastíg, stígagerð og veitulögnum.
Framkvæmdin samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Akraneskaupstaðar, Landsnets og Veitna. Markmið framkvæmdarinnar að bæta umferðaröryggi allra vegfarenda, auka greiðfærni og efla göngu- og hjólatengingar á svæðinu. Framkvæmdin í samræmi við aðalskipulag sem gildir 2021 til 2033. Samhliða í auglýsingu tillaga að breytingu á deiliskipulagi Garðalundar og Lækjarbotna vegna hringtorgs við þjóðveg. Auglýsingatíma tillögunnar lýkur 25. maí. Lauk sem sagt í gær. Með umsókninni fylgja framkvæmdalýsing og teikningar sem sýna fyrirhugaða framkvæmd, meðal annars hringtorg, undirgöng og tengdar framkvæmdir. Á fundi sínum, 354. fundi sínum, þá bókaði Skipulags- og umhverfisráðs eftirfarandi. Skipulags- og umhverfisráð samþykkir að veita framkvæmdaleyfi fyrir nýju hringtorgi við Akrafjallsveg, Akranesveg, undirgöngum fyrir göng- og hjólastíg, stígagerð og veitulögnum á grundvelli framlagðrar umsóknar og meðfylgjandi gagna. Framkvæmdaleyfi tekur ekki gildi fyrr en breyting á deiliskipulagi Garðalundar og Lækjarbotna hefur öðlast gildi með birtingu í B-deild Stjórnartíðinda. Þannig að þetta mál sem í beinu framhaldi af því síðasta og með fyrirvara að það öðlist gildi með birtingu í Stjórnartíðindum, að þá taki framkvæmdaleyfi gildi leið. Eitthvað sem vill ræða þetta mál? Það enginn sem óskar eftir að taka til máls, þá biður þá sem samþykkja þetta framkvæmdaleyfi að gjöra svo vel gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Sjöundi fundaliður, þá erum við komin í framlagðar fundagerðir og í 7. fundalið lögð fram, hann hefur málsnúmer 2605, 3699 og þar lögð fram fundargerð bæjarráðs númer 3625 sem framfór þann 13. maí síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð bæjarráðs. Það óskar enginn eftir að ræða hana og þar með telst hún framlögð. Fundaliðir númer 8 og 9. Þar erum við með 2 fundagerðir velferðar- og mannréttindaráðs, þannig að ég legg til að við tökum eina umræðu þessar 2 fundagerðir, ef enginn hreyfir mótmælum við því. 8. fundaliður, málsnúmer 2605, 3498. Þar erum við með fund velferðar- og mannréttindaráðs númer 267 sem framfór þann 11. maí síðastliðinn. Og í 9. fundalið erum við þá með fund velferðar- og mannréttindaráðs númer 268 sem framfór þann 19. maí síðastliðinn. Orðið laust þessar 2 fundagerðir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir í sal, bæjarstjóri og aðrir sem okkur hlýða. Mig langar að byrja fyrir fundagerðinni frá 267. Þar erum við að ræða í máli lið 1 skammtímadvöl á Vesturlandi sem sem sagt þá sú vegferð sem með Holt í Borgarbyggð varðandi uppbyggingu og skammtímadvöl þar. Við höfum svo sem rætt þetta í þaula hér á fundum. Þarna vorum við í raun og veru að fara fram á að rekstrarmódel þess úrræðis yrði breytt með þær tillögur sem við fengum frá verkefnastjórn. Þannig að Akraneskaupstaðar verði ekki með eitthvað akkerisframlag inn í þennan rekstur, borgi þannig upp að kaupstaðurinn sjái sér ekki annað fært en að nýta alveg þá
þá tíma sem að standa undir því framlagi. Ég held að svona með þær samræður sem ég hef haft við fólk, þá sér fólk þetta mjög mikið sem helgarúrræði, ekki sem vikuúrræði eða vikudvöl eins og rekstrarmódelið gerir ráð fyrir, þannig að við verðum að gæta okkar hagsmuna og það er þá með því að þau sveitarfélög sem standa að þessu borgi bara fyrir þá notkun sem er þau eiga fyrir þá notkun sem hvert og eitt notar fyrir sína skjólstæðinga. Það líka held ég er í raun og veru betra fyrir minni sveitarfélögin vegna þess að ef að þessi stóru eiga fasta tíma út á sitt framlag sem er ekki háð neinu öðru en stærð þeirra, þá er erfiðara fyrir þessi minna að komast að með sína skjólstæðinga heldur en ef að menn borga bara fyrir notkun. Ég sé að í fundargerð bæjarráðs sem var til umræðu rétt áðan, eða var á dagskrá rétt áðan, þá var tekið undir þetta sjónarmið velferðar- og mannréttindaráðs. Þannig ég geri ráð fyrir að næsta bæjarstjórn gæti hagsmuna Akraneskaupstaðar og okkar skjólstæðinga í þeim samningum sem framundan eru varðandi þetta úrræði. Síðan er þarna liður 2 sem er jaðarsbakkalög, sundlega bygging, klefar afgreiðsla hönnun. Ástæðan fyrir að þetta kemur inn til okkar er að ég hef haft sérlega mikinn áhuga á því að það séu klefar eða í raun og veru klósettaðstæða fyrir fullorðið fatlað fólk sem notar ekki klósett heldur þarf skiptiaðstöðu og svona aðstæða er bara mjög ábótavant allt land og við höfum tekið á skarið hér á Akranesi að vera fyrst þess að koma upp almennilegri svona aðstöðu innan okkar bygginga og það eru bara viðurkennast að skipulags- og umhverfisráð og skipulagssvið í þeirri hönnunarvinnu sem er í gangi varðandi jaðarsbakka klefa endurskipulagning klefamösslíku hefur tekið mjög vel í þetta og þetta er vonandi bara eitthvað sem fer í gang í sumar og ég geri ráð fyrir að bæjarfulltrúar haldi þessu við, þeir sem eru hér gamlir og nýir, þannig að þessu verði. Síðan er í fundargerð 268 er bara einn liður. Það er sem sagt bara stöðutékk á í raun og veru því úrræði sem var einnig samþykkt af bæjarstjórn í fyrr í vetur. Það er sem sagt uppbygging á skammtímadvöl á Laugabraut á Akranesi og við vorum að afgreiða þarna frumáætlun þess. Sem sagt, það er hluti af því vinnuferli sem þetta verkefni er í. Við leggjum til að það verði farið í undirbúning frumhönnunar og sem sagt, verði haldið áfram með verkefnið. Þetta er úrræði sem myndi henta öllum börnum og ungmennum á Akranesi. Við erum að stefna, það er stefnan sem tekin með því að taka niður húsnæði gamla áhaldahúsi sem einnig gegndi hlutverki slökkvistöðvar í gamla og byggja þar skammtíma dvöl sem væri þá byggð frá grunni með þeim úrræðum og rýmum sem þarf til þess að þjónusta öll ungmenni og fötluð börn á Akranesi sem þess þurfa. Ég geri ráð fyrir því að þeir sem taki við þessum málaflokkum í skipulags- og umhverfisráði og velferðar- og mannréttindaráði haldi áfram með þetta verkefni og komið því þannig fyrir að það geti farið
í fjárhagsáætlun næsta haust. Þannig að sumarið verði nýtt í þennan undirbúning af því að það bara mjög nauðsynlegt að við komum upp þessari þjónustu á Akranesi líka fyrir þá hópa sem að ekki geta nýtt sér Holt þegar að því verður. Síðan langar bara að því ég nú að láta störfum sem formaður velferðar- og mannréttindaráðs, búin að vera það í 7 ár, þakka bara bæjarfulltrúum og starfsfólki kaupstaðarins, þeim bæjarfulltrúum sem hafa verið með mér og varabæjarfulltrúum sem hafa verið með mér í ráðinu, sérstaklega félaga mínum bæjarfulltrúa Einari Brandtssyni sem hefur bæði unnið með mér í velferðar- og mannréttindaráði sem minnihlutamaður og meirihlutamaður og bara mjög ánægjulegt samstarf. Við höfum verið þar samherjar og andstæðingar en alltaf unnið vel saman og eiginlega alltaf samherjar. Þannig að ég vil líka þakka bara öðrum bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf síðustu 4 ár og þeim sem hafa verið lengur með mér líka. Ég á nú eftir að koma eflaust inn sem hanga utan á okkur sem einhvers konar aukamaður í einhvern tíma. Allavega það næstu 4 árin. Ég ætla að þakka forsetanum okkar, Valgarði Lyngdal Jónssyni, fyrir góða sitt framlag til bæjarmála Akranesi og góða fundarstjórn og fyrirtaksleiðtogi okkar jafnaðarfólks Akranesi. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson og ég vil nú bara segja kærar þakkir sömuleiðis fyrir þín störf sem formaður velferðar- og mannréttindaráðs, þar sem að þú hefur veitt þeim málaflokki styrka forystu og verið fyrirtakstalsmaður velferðar- og mannréttindamála á Akranesi. Mér langar bara, ég hefði kannski átt að gera það í upphafi en betra seint en aldrei. Og þá ætla ég að taka það fram að lokinni dagskrá mun ég gefa orðið laust bara undir engum málum fyrir þá sem að vilja koma hér upp og ræða málin bara svona í tilefni þess að hér erum við að ljúka kjörtímabili. Og bið bæjarfulltrúa Kristinn Hall Sveinsson afsökunar á að ég hafi ekki sagt þetta fyrr. En við ræðum hér fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilvonandi bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að kvelja ykkur mikið með skammtímadvölin í Holti. Ég held að ég sé búinn að segja ansi margt, en það er eitt sem að ég hef hugsað og fylgst með þessu, að ég ætla svona ráðleggja allavega þeim sem að halda áfram með málið að það sé í rauninni alveg kominn tími til þess að gera bara könnun meðal þeirra aðila sem að hugsanlega koma til með að nota þetta úrræði í framtíðinni, hvernig þeim í rauninni líst á þetta og hvaða væntingar til dæmis okkar einstaklinga gera til þessa úrræðis. Við erum búin að fara í gegnum svona nokkuð mikla umræðu
þetta og það er búið að skoða húsið og gera einhverja tillögur að endurbótum á því en einhverju hluta vegna hefur mér alltaf vantað svolítið vinkilina sem sagt þeir sem ætla að koma til með að nota úrræði aðstandenda þeirra þá þannig að þegar ég sá til dæmis það að við vorum með inn í einum af tillögunum að við ættum að binda okkur í ákveðið marga daga og hvernig ætlum við að binda okkur í ákveðið marga daga ef við vitum ekki hvað það eru margir einstaklingar sem að hafa væntingar að nota þetta úrræði. Þannig að þetta var svona punktur sem að vakti þessa hugsun hjá mér að það væri ábyggilega gott að gera þessa könnun. Inn í þessa könnun gætu við fléttað hvaða viðhorf sömu einstaklingar hafa til skammtíma dvalar sem að vonandi rís á Laugabraut. Þannig að það væri hægt að gera eina könnun á meðal þessara aðila. Ég ætla að hvetja til þess. Ég sá frumskýrsluna og ég verð að segja það að ég hafði aðrar og stærri væntingar þessa skammtímavistun að hún væri ekki bara í rauninni skammtímavistun. Að þarna eru bara herbergi til dæmis fyrir þessa 6 aðila sem yfirleitt eru leyfð í þessum úrræðum. Að við hugsaum þetta stærra, þarna gæti verið til dæmis möguleiki á að aðlaga einstaklinga fyrir sjálfstæða búsetu. Það væri hægt að hugsa sér tenginguna við Bjarnalaug, að þarna yrði eins konar endurhæfing fyrir þá fatlaða og þá hugsanlega einhverja aðila sem að öðrum ástæðum þurfa á endurhæfingu að halda. Þannig að þetta er bara hvatning frá mér til þeirra sem að koma til með að taka hér við. En ég ætla ekki að fara með þakkaræðuna núna. Ég átti von á því og forseti var búinn að lofa mér því að hér fengi menn að tala í lok fundar. Þannig að Kiddi minn, ég ætla að geyma hóli fyrir þig þangað til að því kemur. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð velferðar og mannréttindaráðs? Bæjarfulltrúi Lífs og Skarðsdal, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir í sal og aðrir bæjarstjóri og aðrir sem ákunna hlýða. Ég kem hér upp undir sama máli og kollega mínir bæjarfulltrúi Kristinn Hallur og bæjarfulltrúi Einar Brandsson varðandi skammtímadvöl í Holti. Ég vil bara fagna því að við séum komin á þannan stað að við séum að sjá að það sé eitthvað að gerast í þessu. Ég tek undir þær ábendingar sem að bæjarfulltrúi Kristinn Hallur kom með upp hér varðandi rekstramódelu. Ég held til að það sé réttmætt að hafa þetta til hliðsjónar. En ég vil líka bara fagna því að nú er ég á mínu 8. ári sem bæjarfulltrúi. Það er að segja 4 ár sem varabæjarfulltrúi og 4 ár sem bæjarfulltrúi. Allan þennan tíma sem ég hef verið við riðin þetta, þá hef ég alltaf heyrt talað skammtímadvöl og nauðsyn þess að vera með skammtímadvöl. Þannig að ég fagna því að við sem loksins komin allavega nær bæði með þessu samstarfi sem að framöndan með sveitarfélögum á Vesturlandi sem ég tel mjög
gott að við séum að fara í og vona að þetta verði bara fyrsta skrefið í mörgum. En einnig líka að við séum að horfa á staðsetningu hérna innanbæjar og bara vona að við getum haldið hratt áfram með það. Athugasemd sem bæjarfulltrúi Einar Brandsson kemur með að gera könnun meðal notenda, mér finnst það bara mjög góð hugmynd. Ég veit ekki hvort að það hægt að nota sem formlegan mælikvarða en nú hérna kosningabaráttan henni nýlokið og við frambjóðendur á öllum frambúðum höfum átt hérna mörg og góð samtöl við fólk út í bæinn og aðstandendur og annað og ég get allavega sagt fyrir mitt leyti að þeir sem hafa komið að máli við okkur hjá Framsókn sem hafa verið aðstandendur fatlaðs fólks hafa allir fagnað því að Holt væri í kortunum en líka fagnað því að við værum að horfa á innanbær segi ég. Þannig að en mér finnst það bara mjög gott að ef við myndum taka einhvers konar könnun því við vitum það eins og við höfum rætt allan þennan tíma að eitt er ekki að fara að leysa úrræðið, eitt úrræðið er ekki að fara að leysa allan vanda og eitt er ekki, er engin lausn fyrir alla. Þannig að þetta er bara góð viðbót. Annars vil ég bara þakka bæjarfulltrúa Kristni Halli og bæjarfulltrúa Einari Brands sem er nú fráfarandi hér eftir þennan fund. Bara gott samstarf, ég hef verið varamaður í velferðarráði og ég hef satt með bæjarfulltrúa Einari Brandssoni í skóla- og frístundaráði líka, þar sem við mátt gott samstarf. Þannig að takk kærlega fyrir samstarfið. Takk fyrir bæjarfulltrúi Lífos og Skarstað. Fleiri sem óska eftir að ræða, já, bæjarfulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson bara orðið, gjörðu svo vel. Forseti, ég getur bæjarfulltrúa sem okkur hlýða. Mér langar aðeins að bara út frá því sem út frá ræðu Einars Brandssonar hérna. Varðandi bæði það að hann hafi séð í gögnum varðandi sem sagt í máli, ég fipast alltaf þegar að ég sé að bæjarstjóri er að reyna að halda til haga hvað maður er að tala um. Ég er að tala um mál 1 í 6-7 fundunum. Holt að að það er einmitt það sem Einar hafði áhyggjur af því að við værum að fara að borga eitthvað fast framlag. Það er náttúrulega ekki það sem gerist með því að við erum að fara þessari leið C, þar sem fólk borgar eftir notkun. Ég sá reyndar að bæjarráð hefði sett inn einhverja tillögu einhvers konar auka framlag til að tryggja reksturinn í byrjun. Þannig það er þá væntanlega eitthvað sem gengur þá upp í reksturinn og notkun sveitarfélaganna sem koma að þessu. Þannig þannig að ég tek undir orðans varðandi könnun á því hverju mun nota þetta og hvernig fólk vill hafa þetta. Það er það sem við hefum hugsanlega átt að gera fyrst af öllu. Þannig að áður en við fáum þetta Holtsmál einhvern veginn upp í fangið á sínum tíma. Varðandi skammtímatölu Laugabraut, það er minn skilningur núna eftir að þessi frumáætlun hefur farið fram og verið frumhönnun og þá kemur inn, hvað við viljum hafa, hvernig við viljum gera þetta, hvað húsið á að vera stórt og annað slíkt. Þessi frumáætlun byggði á byggingu 250-400 húsi, hvort það verður að koma því fyrir á lóðinni, hvort það verður að hafa garð, hvað getur verið í garðinum og annað slíkt. Og ég held að það sé mikilvægt að bæjarfulltrúar, næstu bæjarstjórnar skilgreini svolítið verkefni betur og ákveði hvaða þjónustu viljum við hafa þetta, hvernig viljum við hafa húsið, viljum við nota tækifærið og laga og tengja við Bjarnalaug, þannig að það er mjög gott tækifæri til að gera það allt á sama tíma, þannig að Bjarnalaug þarf sannarlega á betri búningsklefum og betri aðstöðu fyrir fatlaða og bara fyrir fólk.
í skipti og búningsaðstöðu og bara hugsanlega meira pláss til hliðanna. Þannig það þarf að, það væri hægt að skoða þetta bæði í einu en hins vegar aðalmáli að mínu viti að skilgreina hvað við viljum í skammtímatölunni, hvernig þjónustu við viljum veita þar og það það sem að bæjarfulltrúar þurfa að stíga þess inn í og ákveða sig hvað þeir vilja héðan í frá. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Eru fleiri sem óska eftir að fundargerð velferðar og mannréttindaráðs? Svo ekki og þar með teljast þessar 2 fundargerðir ráðsins framlagðar. Fundarliðir númer 10 og 11. Þar leggjum við fram 2 fundargerðir frá skipulags- og umhverfisráði, þannig að ef ekki eru gerðar athugasemdir þá tökum við eina umræðu þessa 2 fundarliði. Það þó í fyrsta lagi málsnúmer 2604 3343 353. fundur skipulags- og umhverfisráðs sem fram fór þann 18. maí síðastliðinn og látum okkur nú sjá. Nú vantar mig upplýsingar sem ég ekki með á blaðinu. Og 11. fundarliður sem að málsnúmer 2605 3582 350. og 4. fundur skipulags- og umhverfisráðs sem fram fór þann 20. og 26. maí. Fyrr í dag. Það bara svoleiðis. Orðið laust þessar 2 fundargerðir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir og aðrir ákveðnar líða. Eins og forseti var vitni af að þá situr skipulagsráð ekki auðum höndum. Fyrri fundargerðin 353 fyrsti liður þar sem kom varðandi Vesturgötu 62 gamla íþróttahúsið Búkolla sem að Akraneskaupstaður í minnihluta eigu í ríki á stærri hlut heldur en við. Það var búið að koma samþykkja að rífa húsið en hins vegar áttu eftir að fá svör frá ríkinu varðandi þátttöku þeirra og hvernig því öllu skipt. Hins vegar kemur aðilið þarna og óskar eftir að kaupa húsið. Mörgu leyti mjög áhugavert. Jafnframt auðvitað koma margar spurningar upp. Þannig að þessu máli var svo sem vísa bara til bæjarráðs varðandi næstu skref, varðandi bæði þá samtal við ríkið, varðandi hvað skuli næst gera, hvort að þeir hafi áhuga á því frekar heldur en selja þetta frekar en rífa það. Öðrum lið þá þetta sem að svo sem búið að koma fyrirgefið. Það annar liður endurskoðun deiliskipulags Ægisbrautar. Við héldum í síðustu viku íbúafund og bara ber að þakka öllu þeim íbúum sem að mættu á þann fund. Virkilega gaman að sjá að það sé að vakna einhver áhugi hjá bæjarbúum til þess að mæta á þessa viðburði sem við verðum að halda, þessa kynningar og íbúafundi og bara enn og aftur bara þakka í öllum sem að komu, jafnframt þeim sem að voru að kynna þær hugmyndir sem að voru kynntar þar og ég trúi því að þetta ráðið næsta ráð mun halda þessari vinnu áfram.
Einnig undir fjórða lið þá ákvað garðyrkjustjóri kom með góða kynningu yfir lokaverkefni sem hann hafði gert varðandi útivistarsvæði við dvalarheimili aldraðra og útivist. Mjög áhugavert og fróðlegt verkefni sem hann kom að kynnti fyrir okkur og út frá lýðheilsu sjónarmiðum eldra fólks og virkilega flott og skemmtilegt verkefni og einhvað sem við getum mögulega nýtt okkur þegar við förum eða farið verið í það að byggja og stækka við Höfða. Seinni fundargerðin í ráðinu sem við tókum í dag, það svo sem allt sem búið að koma hér fyrir fundinum, það þetta Garðalundur og Hringtorgið og jafnframt tóku eina deiliskipulagsbreytingu sem að þurfum að grenndarkynna varðandi smá breytingu á einu húsi sem eigendur langar að dytta að og breyta aðeins svölum hjá sér en við fögnum þessu þegar að eigendur vilja gera eignirnar sínar fallegri og verðmeiri. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags og umhverfis? Bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, tilbúnandi bæjarfulltrúar í sal og aðrir sem kunna okkur hlýða. Mig langar að koma hérna upp undir fundargerð númer 353. Bara sérstaklega tveimur málum, annars það máli númer 2 sem svo sem bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór fór aðeins inn á líka varðar endurskoðun á deiliskipulagi Ægisbrautar. Það var náttúrulega rosalega vel heppnaður íbúafundur sem var haldinn kynningafundur sem var haldinn í seinustu viku. Ótrúlega vel sóttur sem bara mjög ánægilegt eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór kom inn á. Og þarna fengu 3 stofur sem voru að kynna mjög metnaðarfullar hugmyndir hvernig Ægisbrautin gæti raunverulega litið út í framtíðinni hjá okkur. Og það var svona kannski aðeins svona umdeilt að við erum að fá 3 stofur á borðinu sem að vinna þessa hugmyndir með okkur. En núna áttu öll vinnan eftir, það sem eftir að fara að skipuleggja hvernig svæðið á síðan að vera. Og við getum náttúrulega nýtt margar hverju hugmyndir sem í öllum þessum 3 tillögum til að vinna áfram með og gert líka eitthvað öðruvísi. Þannig að þetta allavega mjög spennandi verkefni sem við þurfum að halda vel á lofti, eða næsta bæjarstjórn að halda vel á lofti og skipulags- og umhverfisráð. Þannig að mér langar bara að koma upp og bæði þakka starfsfólki sem var að fylgja þessu máli eftir og þessum stofum 3 og íbúum fyrir mjög góða þáttöku. En allar hugmyndirnar eru vissulega inn á akranes.is, þar sem líka hægt að svara könnun sem liggur þar inni. Síðan langar að koma upp undir máli númer 4 sem að hann Jón garðyrkjustjóri kynnti þetta lokaverkefni sitt úr BS-náminu og ég held kannski við mátt að bóka þarna undir bara hann færir hreinlega með þetta og kynnti þetta fyrir stjórn Höfða. Til þess aðeins að gefa smá hugsun inn í það hvernig við getum aðeins horft á svæði í heild sinni þegar við förum í stækkunina. Þannig að mjög metnaðarfullar hugmyndir sem hafa með í þessu lokaverkefni og hefur ákveðna innsýn og nálgun í hvernig við getum aðeins staðið betur að því að gera svolítið svona gott svona útivistarsvæði og svona rólegheit og svona áhugaverða nálgun í hver eldri borgari geta verið að njóta sín meira. Þannig að það sé eitthvað sem mætti taka áfram. Annars kem ég síðan aftur upp undir þakkarræðunum hérna eftir. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía. Mér langar að taka undir það sem að bæði Guðmundur Ingþór og Sædís Alexía nefndu varðandi fundina og ég vil bara sérstaklega hrósa skipulags- og umhverfisráði og starfsmönnum skipulags- og umhverfissviðs fyrir þessa kynningafundi skipulagsmál sem að einhvern veginn verða alltaf betri og betri.
Og þessi spurningakönnun sem nú sett fram í tengslum við þennan fund, þennan kynningafundu skipulag Ægisbrautar, frábær leið til þess að kalla eftir hugmyndum og skoðunum íbúa á skipulaginu og bara framtíðar uppbyggingu þessa svæðis. Og ég held að það sé vegna þess að fundirnir verða einhvern veginn alltaf betri og betri, að þá eru þeir betur og betur sóttir og við erum á mjög góðri leið þarna með það að opna þessa þennan hluta stjórnsýsluna fyrir íbúum, kynna þetta vel fyrir fólki og hafa upplýsingar til reiðu fyrir alla sem hafa áhuga á að ná sér í þær og kynna sér málin. Þannig að bara ég hér með hrósa því sem vel gert, því að það má alveg gera það. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi fundargerð í skólafrí? Nei, ekki skólafrí. Skipulags- og umhverfisráðs. Bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, kæru bæjarfulltrúar, gestir í sal og bæjarstjóri og þeir sem heima sitið og hlustið. Mig langar bara að taka undir orð forseta bæjarstjórnar með hrósið fyrir íbúafundin. Þetta var frábær kynning og ég held að sé alveg rétt mat hjá forseta eftir því sem að þessi fundir eru betri og betri þá bara koma fleiri og fleiri af áhuga. Og sem bara frábært og bara gott fyrir bæinn okkar. En mig langaði hins vegar aðeins að koma upp undir máli númer 3 í fyrri fundagerð. Ég ætla nú ekkert að þetta varðar vinnuskólan og vinnu 8. bekkinga í sumar. Ég ætla nú ekkert að rekja þetta málið frekar en það hefur lagt mig fram að útskýra það. En mig langaði bara að koma hér upp og þakka þeim starfsmönnum sem að tóku boltan í þessu máli eftir að hafa ljóst í hvað stefndi. Bara starfsfólk, bara kaupstaðarins sem að bætti á sig vinnu til að þegar að þannig að það væri eitthvað sem að tæki við að skólaslitum loknum hjá 8. bekk. Sú vinna, hún skilar að minnsta kosti nemendum 8. bekkjar einhverju. Það verður búið fjölbreytt og uppbyggilegt starf fyrir þau, námskeið, verkefni sem, eða bara alls konar sem að snýra hreyfingu, útivist, sköpun, lengri opnunartíma Arnardals og bara tækifæri bara til að efla félagsfærni, svo fátt eitt sé nefnt. Og þetta kemur bara upp og þessar hugmyndir spretta bara upp frá unglingunum sjálfum. Það var bara farið til þeirra og tala við þau og hvað langar ykkur að sjá að gerist. En það sem að ég vona hins vegar að þetta sumar það geti verið bara svona fyrsta skrefið í áttina af því að við getum svona séð einhverja framtíðarsýn fyrir 8. bekk og framtíðarsýn og í bara hvaða vinnuframlag það sem við ætlumst til að unglingar á aldrinum 13-14 ára skili. Við getum bara nýtt þennan tíma núna fram að næsta sumri og komið okkur saman það að börn þurfi bara og eigi að fá bara fjölbreytt verkefni. Ég held að við þurfum líka að hlúa svolítið að starfi flokkstjóra og gera það bara svolítið eftirsóknarvert að starfa með unglingum. Þannig ég bara hvet okkur til þess að taka þessar hugmyndir frá börnunum, nota mannauðinn sem við eigum nú þegar í þessum geira og koma með gott plan og bara svona góð áætlun til að bara til að börn í 8. bekk hafa einhverja snúa að skólaloknum og án þess að það þurfi
starfsfólk að hlaupa hér á öðru 100 við að finna út úr þessu. Þannig að ég hvet okkur til þess að horfa til framtíðar með því sem að gerst verður í sumar og nýta okkur það. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að, já, bæjarfulltrúi Líf Ási Skastad þar á því, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir í sal og aðrir sem okkur hlýða. Ég vil koma hér upp undir sama máli og bæjarfulltrúi Jónína Margrét kom hér inn á varðandi vinnuskólann. Ég var að segja að mér finnst þetta dapurlegur endir á þessu kjörtímabili að ég sem hef setið í skóla- og frístundaráði, vinnuskólan hefur verið þar inni hjá okkur jafnt og inn í skipulagsráði og mér finnst dapurlegt að þurfa að enda þetta svona að við getum ekki tryggt 8. bekk atvinnu. Ég vil að sama skapi taka undir þau orð sem að Jónína Margrét kemur hér með að hrósa starfsmönnum sem hafa hlaupið hratt og hlaupið mjög hratt við að reyna að tryggja einhver úrræði fyrir þessi börn okkar. En á sama tíma að þá vil ég bara hvetja okkur til þess að missa ekki boltann og standa okkur betur næst. Og það er það sem að bæjarfulltrúi Jónína Margrét kom hér inn á, að það er að skapa skilyrði fyrir flokkstjórinn okkar og það er bara eitt sem að þar kemur til greina og það er að við þurfum að hækka launin. Ef við ætlum að fá almennilegt fólk til starfa, ef við viljum fá eitthvað í þessu störf, þá þurfum við að hækka launin. Við stöndum verulega langt að baki nágrannasveitarfélögunum okkar þegar kemur að þessu og við verðum bara að standa okkur betur. Áttum okkur á því, það kostar pening að halda þessu starfi úti og það er einfaldlega bara ekkert í boði að segja að við ætlum að spara og ekki gera þetta. Bara gerum okkur í brók, gerum þetta betur og gerum þetta almennilega. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ási Skastad. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skipulags- og umhverfisráðs? Svo er ekki, þar með teljast þessar 2 fundargerðir ráðsins framlagðar og við förum í, það myndi vera 12. fundarliður, málsnúmer 2605, 3906. Þar er lögð fram fundargerð 285. fundar skóla- og frístundaráðs sem fram fór þann 20. maí síðastliðinn. Orðið er laust og bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar, gestir og þeir sem heima sitjið. Ég ætla nú að koma hér undir einhverju sérstöku, það var sennilega vinnuskólamálið en notaði tækifærið í fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, þannig að ég var nú samt hér með eitthvað. Mál númer 2, er það ekki íþrótta yfirlitið? Það er 4. Jep. Sko, já, mér langaði bara að koma hér upp undir máli 4, þar sem að lagt er fram yfirlit samtöl varðandi íþróttamál og við íþróttabandalagið. Málnúmer 6. Já. Þetta er mál númer 6. Það var það með hér leiðrétt undir máli númer 6. Mér langaði bara til þess að þakka fyrir þetta samstarfs sem að ég og samstarfsfélagar mínir í skóla- og frístundaráði sem á bara öðrum ráðum hér eða bara bæjarstjórn allri í heild sinni hefur átt við íþróttabandalag Akranes undanfarin 4 ár. Er að ræða mjög regluleg samtöl, traust og sameiginlega sýn sem að hefur verið og bara markmið okkar allra er bara blómstrandi og faglegt íþrótta- og tómstundastarf fyrir alla.
Og í því yfirliti sem að liggur fyrir af þessu fundi, þá má sjá að tíðni samtala snúa að íþróttum og tómstundum inn í ráðum og nefndum, þær bara tala sínu máli. Og nokkuð ljóst að íþróttahreyfingin bara virkilega stór þáttakandi í okkar samfélagi og bara þeirri þróun sem á sér stað hér. Það bara samráð og samvinna í stórum verkefnum á borð við uppbyggingu mannvirkja, aðgengi að íþróttum, leysa stórmál, til dæmis þegar við þurftum að loka hér heilu íþróttahúsi, þegar við tölum frístundastræti og frístundastyrki, sumarnámskeið, forvarnir og jafnan aðgang og farsæld barna. Það bara sýnir að þetta samtal á mjög svona breiðum, vettvangi, breiðum grunni. Og það bara sérstaklega ánægjulegt að sjá hvernig þetta samstarf Kaupstaðarins og Íþróttabandalagsins hefur bara farið úr því að snúast kannski bara íþróttir hér áður fyrr yfir í það að vinna til dæmis að farsæld barna, verkefnið Allir með, farsæld frístundastarf og svo sprækir skagamenn og samræmingu á milli frístundaheimilana og íþrótta æfingatíma og annað. Þetta bara hluti sem að skila sér inn í bara daglegt líf hjá fjölskyldum. Og ég myndi nú segja að sjálfsmynd okkar skagamanna, hana má klárlega finna að stórum hluta í íþróttum og íþróttaiðkun hér bara til fyrirmyndar, og ef ég man rétt þá held ég að það séu nærri 90% barna sem að stunda hér íþróttir. Það má leiðrétta mig ef ég fer með ranga tölu hér, en ég nokkuð viss að það hafi verið nálægt í 90%, 80 og eitthvað prósent. Já. Þannig að og þetta bara, það mjög dýrmætt fyrir okkur og Kaupstaðinn að eiga svona samstarfsaðila. Þannig að og þó að samtalið hafi verið gott og oft og verkefni síðustu ára bara verið mörg og misjöfn, þá bara heldur boltinn áfram að rúlla í átt að nýjum verkefnum og með áframhaldandi samtali og samstarfi. Þannig að bara höldum áfram að tala saman á þessum forsendum, bara fleiri samtölum færri, því að það skila sér til samfélagsins, þar sem að íþróttir og frístundir eru bara fyrir alla. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Við ræðum hér fundagerð skóla- og frístundaráðs og orðið laust. Bæjarfulltrúi Líf Ósk Skarstad, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir í sal og aðra sem á okkur hlýða. Ég kem hér upp undir sama máli og bæjarfulltrúi Jónína Margrét. Það að segja framhaldsmál í rekstur, samskipti og samningur. Ég vil taka undir öll þau orð sem að Jónína Margrét hafi hér rétt á undan varðandi mikilvægi samtalsins og hversu farsælt samtalið hefur verið. Eitt af því sem að maður hefur heyrt svona frá fólki utan úr bæ, að þeim finnst skorta á mikilvægi íþróttana inni í fagráðum á Akranesi. Ég get svo með sanni sagt að það bara alls ekki rétt, því að það var tekið saman, sviðsstjóri Dagný Hauksdóttir, hún tók saman alla fundi sem að þetta á tímabilinu frá febrúar 2022 til maí 2026, að af 99 fundum sem skóla- og frístundaráð hélt á þeim tíma, þá sátu fulltrúar frá IA 64 af þeim fundum, eða 64%. Þannig að það segir okkur bara skýrt hversu mikilvægt þetta samtal og hversu mikið við reynum að hafa íþróttirnar
með inn í öllu samræðu og allt það. Við getum alltaf gert betur, við getum alveg verið sammála um það, en við skulum bara samanast það að hrósa því sem vel gert. Ég hef setið sem varaformaður skóla- og frístundaráðs og hef setið þar marga af þessum 99 fundum og mér kveður yfirleitt hljóðan ef það enginn frá IA á fundum hjá okkur. Mér finnst að það skrítið, því að við höfum yfirleitt alltaf einhvern, hvort sem það forstöðumaður íþróttamannvirkja, einhver frá IA eða aðaldafélögunum og ég tel bara að við höfum átt í mjög góðu samtali, en við þurfum bara að halda því áfram. Eitt af því sem við höfum einmitt verið að ræða á þessum fundum, að þar hefur við verið að ræða málefni eins og þjónustusamning, rekstur og stjórnsýslu, íþróttamannvirki, nýtingu rýma og framtíðarskipulag, en við höfum náttúrulega verið að stefna því leynt og ljóst að koma allri starfsemi aðildafélaganna inn í okkar húsnæði og sem vel, þannig að við erum að nýta húsnæðið okkar mjög vel, svo vel að það bara fást eiginlega ekki lausir tímar, sem hlýtur að vera gott. Þátttaka barna og ungmenna í íþrótta- og frístundastarfi, eins og bæjarfulltrúi Jónína Margrét kom hér inn á áðan, að þá erum við með eitt hæsta hlutfall barna sem stundar íþróttir eða einhvers konar afþreyingu, en aftur á móti sjáum við að það eru merki ákveðin aldur og ákveðnar íþróttir þar sem að börn að detta út. Sérstaklega þá talað eins og til dæmis sundið, að þegar að krakkarnir eru farnir að fara úr Bjarnalaug og upp í Sundlaug, að þá detta hægt og rólega út. Þar hljótum við að vera sammála um það að það hlýtur aðstæðan að skipta þó nokkru miklu máli. En svo þetta líka þessi aldur, unglingsaldurinn og svoleiðis sem við sjáum að krakkarnir að detta út og við þurfum að passa vel upp á það að greina af hverju þau að detta út og hvað við getum gert til þess að halda þeim áfram. Því það náttúrulega eins og við vitum besta forvitnin. Við höfum líka verið að ræða málum þessu fjármögnun, búnað og styrkbeinir, forvarnir, öryggi, reglur og ábyrgð, ímynd, viðburði og samfélagslegt hlutverk IA. Já, þannig að við getum bara verið sammála um það að samtalið sé gott. Já, þetta var það sem ég ætlaði að segja þessi mál. Held að hafi ekki verið neitt annað. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Ásu Skarstað. Fleiri sem óska eftir ræða fundargerð skóla- og frístundaráðs? Svo ekki. Þar með hefur fundargerð 285. fundar verið lögð fram. Við förum í 13. fundarlið, málsnúmer 2602 1293. Þetta eru fundargerðir frá Faxaflóahöfnum og hér lögð fram fundargerð 260. og 7. fundar stjórnar Faxaflóahafna frá 20. og 2. apríl síðastliðnum. Orðið laust þessa fundargerð. Það óskar enginn eftir að taka til máls, þar með hefur hún verið framlögð augnablik. Fjórtándi fundarliður, málsnúmer 2604 2885. Þetta eru fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur og hér eru lagðar fram tvær fundargerðir frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Það er fundur númer 374 sem framfór þann 23. febrúar og 375 sem framfór þann 7. mars síðastliðinn. Og áður en að ég gef orðið laust að þá langaði mig að tæpa á nokkrum atriðum í tengslum við þessa fundargerðir. Seinni fundargerðin þarna aukafundur sem haldinn til þess að afgreiða ársreikning ársins 2025 fyrir Orkuveitu Reykjavíkur og hann lagður fram á fyrri fundinum og síðan afgreiddur á þeim seinni. Þetta jafnan gert með þessum hætti að stjórnarmönnum svona gefin
eru gefnir nokkri dagar til þess að fara yfir ársreikninginn frá því hann er lagður fram á fundi og þangað til að hann er síðan afgreiddur. Varðandi ársreikning sem að er þriðji fundaliður á fyrri fundunum og þá fyrsti fundaliður á þeim seinni, að þá skilaði rekstur Orkuveitunnar 11,5 milljarða króna hagnaði á árinu 2025 sem að var liðlega 2 milljörðum betri niðurstaða en árið 2024 og þessi árangur náðist þrátt fyrir að á árinu 2025 varð þarna áfall hjá stórum viðskiptavini sem við þekkjum vel og jafnframt var samdráttur í tekjum Hitaveitunar sem að tengist bara hreinlega veðurfari. Að fólk notar minna af heitu vatni þegar að það er sæmilega hlýtt yfir veturinn. Milli ára þá jukust rekstratekjur 2,5%, rekstragjöld 1,7%. Fjárfestingar á árinu 2025 námu samtals 33,4 milljörðum króna en voru tæpir 31 milljarður árið áður. Veltufé frá rekstri og þar með fjárfestingageta fyrirtækjasamstæðunnar þá var veltufé frá rekstri 30,5 milljarðar króna árið 2025 en 29,1 milljarður árið áður sem að er mjög jákvæð þróun að sjá þennan mælikvarða fara upp. Þannig að þrátt fyrir krefjandi aðstæður þá jókst rekstrarhagnaður Orkuveitunnar 2,4% milli ára og félagið skilaði bara mjög góðri afkomu á síðasta ári. Þá langar mig að fara í mál númer, þetta á fundi númer 374. Þá erum við með mál númer hvað? 5. En þarna undir mál númer 5 að þá er lögð fram tillaga fjármögnun á djúpborunarverkefninu ITTP3 og tillagan borin upp og samþykkt. Og tillagan hljóðar svo: Stjórn Orkuveitu Reykjavíkur samþykkir fjármögnun á djúpborunarverkefninu ITTP3 allt að 1700 milljónir króna. Samhliða verður sótt 500 til 1200 milljónir króna í styrki, framlög og stuðning til lækkunar. Sem sagt, þeir styrkir og framlög sem að fást til verkefnisins munu koma til lækkunar á þessu 1700 milljóna króna framlagi fyrirtækisins til þessa verkefnis. Þetta djúpborunarverkefni hefur verið mikið í umræðunni undanfarið, bæði hefur Sævar Freyr, forstjóri Orkuveitunar og Jóhann Páll ráðherra orkumála rætt mikið þetta. Þetta er eins og Sævar Freyr orðaði það gjarnan að þá er þetta svona næsti stóri áfangi, næsta stóra bylting í orkuvinnslu á Íslandi. Ef að það tekst að nýta þá orku sem að við vitum að er til staðar ef nógu djúpt er borað. Ef það tekst að hemja og virkja þá orku að þá eru það ótrúlegu tækifæri sem að liggja í því og magnaður möguleiki til aukinnar orkuvinnslu á Íslandi. Þannig að þarna er samþykkt að halda áfram með þetta verkefni en ITTP-verkefnið er samstarfsverkefni fleiri orkufyrirtækja. Fyrsta holan var þetta borið eins og margir vita, ITTP1 var borið fyrir norðan á Kröflusvæðinu og endaði ekki vel. Það þurfti að steypa upp í hana þannig að við fengjum ekki bara kviku upp á yfirborðið og
svo búið að bora holu á Reykjanesi sem að ekki tókst heldur að nýta, en þessi þriðja hola verður sem sagt boruð á svæði Orkuveitu Reykjavíkur á Hengilssvæðinu og vonandi tekst okkur að þróa verkefnið áfram þannig að við komumst nær því að geta virkja þessa orku sem að þarna liggur. Að lokum þá langar mig að vekja athygli bæjarfulltrúa alveg. Ég get ekki tengt að við neitt liði í þessu fundagerðum, en mér langar að vekja athygli bæjarfulltrúa á frétt sem að Orkuveita Reykjavíkur eða Veitur öllu heldur birtu í dag rannsóknir á mögulegu vatnstökusvæði í norðanverðu Akrafjalli. En Veitur hafa sem sagt undirritað samkomulag rannsóknir á vatnstökumöguleikum í landi Bekansstaða, Hvítanes og Arkalækjar í Hvalfjarðarsveit. Í samstarfi við landeigendur verður rannsakað hvort nýtanlegt magn af góðu neysluvatni sé til staðar. Rannsókn og samkomulagið til 5 ára. Lagt upp með að byrja á því að bora ofan lindasvæðana til þess að kanna hvort unnt sé að vinna vatn með borholum. Með borun mögulega hægt að nýta betur vatn sem annars rynni fram sem grunnvatn. Vonir standa til að frá svæðinu mætti vinna neysluvatn til að nýta í vaxandi samfélag á Akranesi og þess hluta Hvalfjarðarsveitar sem tengdur veitunni. Þarna eru þetta frábæra fréttir á ferð fyrir okkur hér á Akranesi og vonandi náum við að finna þarna bara mikið og gott neysluvatn sem að eins og við vitum öll orðið afar brýnt fyrir vatnsveituna hér á Akranesi. En þá gef ég orðið laust fundagerð Orkuveitu Reykjavíkur. Það enginn sem að ætlar að nýta sér það. Þá förum við í 15. fundalið, málsnúmer 2602-1290, fundagerðir frá Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga. Og hér lögð fram fundagerð stjórnar sambandsins, fundur númer 998 sem framfór þann 8. maí síðastliðinn. Orðið laust þessa fundagerð. Það óskar enginn eftir að ræða hana. Þá það 16. og síðasti fundaliður. Það eru fundagerðir frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, málsnúmer 2602-1645. Og hér lögð fram fundagerð fundar Heilbrigðisnefndar Vesturlands númer 202 frá 18. maí síðastliðnum. Orðið laust þessa fundagerð. Bæjarfulltrúi Kristinn Atli Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég kem upp undir þeirri fundagerð til þess að brýna bara þann meirihluta sem að taka við í bæjarstjórn og skipar næsta formann nefndarinnar. Það hefð fyrir að formaður komi frá Akranesi, því að Akranesi stærsti eigandi eftirlitsins og hefur haft formennsku þar langt skeið að brýna þau þá til að það eru blikur á lofti varðandi heilbrigðiseftirlit svæðin og það á Íslandi vegna þeirra breytinga á lögum sem eru í farvatninu varðandi færslu ýmis eftirlits yfir til ríkisins frá sveitarfélögum. Ég bara mæli með því að sá sem tekur við formennsku setji sig fljótlega í samband við framkvæmdastjóra eftirlitsins og fari yfir málum með honum, setji sig inn í málin til þess að vera þá allavega að geta gætt hagsmuna sveitarfélagana og þeirra verkefna sem að verða eftir á eftirlitinu, hvernig þau mál verða leyst. Þannig að þetta bara svona eiginlega kemur upp sem fráfarandi formaður væntanlega að brýna þann sem tekur við að
taka strax til starfa vegna þess að þessar lagabreytingar ef allt fer sem horfir mun verða áramót. Þannig að og ég get verið innanhandar þeim sem tekur við og veitt ráðgjöf og farið yfir málið með þeim sem tekur við þarna. En annars er framkvæmdastjóri eftirlitsins Þorsteinn Narfason hinn ágætasti maður og vel inn í þessu öllu saman og er mjög fær í því sem hann er að gera. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristján Hallur Sveinsson. Eru fleiri sem óskast að ræða fundargerð heilbrigðisnefndar Vesturlands? Svo er ekki. Þar með ljúkum við umræðu hana og þá höfum við lokið við síðasta fundarlið á dagskrá þessa fundar. Við eigum eftir að afgreiða síðan mál númer 1 sem við frestuðum þangað til í lokin, en áður en við gerum það, þá ætla ég að opna hér á almennar umræður og leyfa mér að byrja á grípborðið sjálfur. En ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, verðandi bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Það er þannig að ég mætti hérna til leiks með undirbúna ræðu. Á mínum 12 árum í bæjarstjórn þá held ég að megi telja á fingrum annarra handar hvenær ég hef mætt með niðurskrifaða ræðu tilbúna. Þannig að mér fannst vera að koma tími á það svona einu sinni að gera hlutin almennilega. Þannig að ég mætti hér með undirbúna ræðu og ætla að fá að flytja hana svona nokkurn veginn. Það er óneitanlega nokkuð sérstök tilfinning að standa hér á mínu síðasta bæjarstjórnarfundi eftir 12 ára setu í bæjarstjórn. Þegar ég kom fyrst inn í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar fullur af orku og bjartsýni þá leiddi ég ekkert endilega hugann að því hvað ég ætlaði að vera hérna lengi. Ég hef hins vegar alltaf haft á skoðun svona almennt að kjörnir fulltrúar eigi ekki að sitja of lengi í embætti sínum. Að hæfilega endurnýjun sé nauðsynleg til að tryggja það að nýjar hugmyndir og ný sjónarhorn komi stað. Á sveitarstjórnarstiginu hins vegar að þá held ég að vandinn snúi eiginlega meira í hináttina. Að endurnýjunin er stundum fullmikil. Þannig að dýrmæt reynsla og þekking á og til að tapast út úr sveitarstjórnum vegna þess að fólk endist ekki mjög lengi í þessu. Og það er umhugsunarvert og alveg eitthvað sem að komandi bæjarstjórn þarf að hafa í huga hvernig þurfa hlutinir að vera, hvernig þurfa starfsaðstæður, samskipti og annað að vera til þess að fólki líði vel og í sínu störfum og endist í þeim. Sjáu, ég er algjörlega komin út úr þessari skrifuðu ræðu, sko. En ég hafði sjálfur aldrei neina drauma að vera atvinnupólitíkus og svo ég ljóstri hérna upp einu leyndamáli, svona í blárestina, þá hef ég satt að segja ekkert sérstakan áhuga á pólitík. Ég hef alveg sterka skoðanir á því hvernig mér finnst að samfélög eins og okkar eigi að vera. Þau að vera mannleg, þau að vera hlý, þau að vera þannig að allir njóti sömu réttinda, lífsgæða og tækifæra, sama hverju þeir eru eða hvaðan þeir koma. Og mig langaði fyrst og fremst að leggja mitt af mörkum til samfélagsins sem ég er hluti af og er einnig stór hluti af mér. Ég vona að það hafi tekið sæmilega. Ég lagði mig að minnstu kosti allan fram og reyndi alltaf að gera mitt besta. Og það eru forréttindi að hafa fengið að leggja sitt af mörkum fyrir þetta samfélag sem manni þykir vænt um. Og ég hef alltaf litið á það verkefni af auðmýkt og ábyrgð. 12 ár eru nokkuð drjúgur hluti af starfsævi hvers manns
og það allt nokkuð síðan ég ákvað að fyrir mig væri þetta orðið gott og ég myndi ekki gefa kost á mér til setu í bæjarstjórn í 4 ár í viðbót. Ég ánægður með þá ákvörðun. Allir hlutir eiga sinn tíma og mér fannst komið tími til að ég viki til hliðar og hleypti nýju fólki af. Ég hætti á mínum eigin forsendum og ánægður með þá ákvörðun. Þegar ég hugsa tilbaka það ekki endilega einstök mál eða stórar ákvarðanir sem koma fyrst upp í hugan, heldur fólkið sem ég hef unnið með á þessari vegferð. Samstarfið, skoðanaskiptin, áskoranirnar og sameiginlegu vilji til að bæta samfélagið okkar, þó við höfum ekki alltaf verið sammála hvernig best væri að komast á leiðarenda. Þá hefur markmiðið ávallt verið hið sama. Þess vegna ég ekki endilega stoltur í dag eingöngu yfir þeim ákvörðunum sem við tókum, heldur ekki síður yfir því hvernig við tókum þær. Með því að tala saman af virðingu fyrir hverju öðru, með því að koma okkur niður á þær lausnir og leiðir sem við gátum verið sammála að væri bestar hverju sinni fyrir hag almennings í þessum bæ. Ég fullyrði það að ef bæjarstjórnin hér á Akranesi einkenndist af átaka og upphrópunar menningu eins og maður sér sums staðar annars staðar. Ef vinnulagi væri það að meiri hlutinn hverju sinni nýtti sér yfirburði sína til að valta yfir minni hlutan og hunsa vilja hans eða tillögur, þá hefði ég aldrei enst 12 ár í þessu hlutverki. Það skiptir máli hvernig við vinnum og ef bæjarstjórn vinnur saman á uppbyggjandi hátt, þar sem allir njóta virðingar, allar raddir hafa hljómgrunn, þá þar komið grunnurinn að góðum og vel undirbúnum ákvörðunum. Fólk sem líður vel, vinnur vel. Starf í sveitarstjórn snýst fyrst og fremst að þjóna íbúunum. Það felur í sér að taka ákvarðanir sem snerta daglegt líf fólks og reyna að gera það af heilindum, með yfirvegun og virðingu fyrir ólíku sjónarmiðum. Það ekki alltaf einfalt, en það mikilvægt. Og auðvitað ég stoltur yfir mörgu sem við höfum gert, eins og þeim framkvæmdum og uppbyggingu í skóla- og íþróttahúsnæði sem við höfum staðið myndarlega á síðustu árum. Og ég sérstaklega stoltur af því hvernig við höfum náð að byggja upp og skipuleggja velferðarkerfið okkar. Þannig að velferð barna og öll þjónusta við börn skipar þar sérstakan sess. Velferðarsvið sem byggt upp eins og okkar, þar sem þjónusta við börn og fjölskyldu þeirra fær þá athygli og þá stjórnskipulegu vigt sem það gerir hér, þetta fjarri því að vera raunin í öllum sveitarfélögum. Af þessu ég sérstaklega stoltur, núna 12 árum liðnum. Auðvitað líka margt sem maður hefði viljað komast lengra með og maður situr alveg uppi með ákveðin vonbrigði og eftirsjá. Til dæmis varðandi uppbyggingu í málaflokki fatlara. Ég ekki ánægður með það að Fjölliðjan skuli enn vera í húsnæði sem átt að vera til bráðabirgða. Á sama tíma og vinna við samfélagsmiðstöð ekki einu sinni farin af stað. Og ég heldur ekki ánægður með búsetukjarnar sem stendur ókláraður upp í Skógahverfi. Þarna hefði ég gjarna viljað gera betur og ég vona að næstu bæjarstjórn auðnist að halda áfram með þessi verkefni og ljúka þeim með sóma. En á þessum árum hef ég sannfærst það sem gerir samfélag raunverulega sterkt ekki eingöngu framkvæmdir eða áætlanir eða fjárhagsleg markmið, raunverulegur styrkur liggur í fólkinu, í þátttökunni, áhuganum og þeirri ábyrgðarkennd sem býr hjá þeim sem vilja hafa áhrif og leggja sitt á mörkum. Ykkur sem haldið áfram og þau sem taka við vil ég hvetja til þess að varðveita samtalið. Gefa sér tíma til að hlusta, sýna hvert öðru virðingu og leita lausna, sérstaklega þegar ágreiningur til staðar. Framfærið vera sjaldnast til í kyrrstöðu, heldur með hugrekki til að takast á við breytingar á skynsemi og framsýni. Við þurfum að halda áfram að þróa samfélagið okkar með opnum huga, en á sama tíma muna hvaða sem skapar sérstöðu þess og styrk. Það alltaf áskorun að finna jafnvægið á milli nýsköpunar og þess að varðveita þau gildir sem skipta máli. En þarna mitt á milli, þar liggja oft bestu lausnirnar.
Ég innilega þakklátur fyrir það traust sem að mér hefur verið sýnt að þessi ár, fyrir samstarfið, fyrir samtölin og ég meira að segja þakklátur fyrir ágreiningin sem oft hefur kennt manni mest. Ég stíg frá þessu hlutverki með bjartsýni og fullri trú á framtíð samfélagsins okkar, því að samfélag verður ekki til að sjálfu sér, það verður til þegar fólk kemur saman, leggur sitt á mörkum og vinnur að sameiginlegum markmiðum dag eftir dag. Takk fyrir, kæru bæjarfulltrúar, fyrir samstarfið og megi ykkur sem að viðtakið auðnast að stýra þessu samfélagi farsælega og ég gef orðið laust. Ég held að hún hafi verið á undan bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti bæjarstjórnar, Valgarður Lyngdal Jónsson. Bara takk fyrir þín orð og dásamlegt að hlusta á þig. Þú ert fyrirmynd og það hefur verið frábært að vinna með þér. Þú ert sannkölluð fyrirmynd. Ég ætla bara að vera eins og Valli. Mér langaði bara að koma hér upp þar sem að þetta er síðasti fundur þessarar bæjarstjórnar og bara nokkur orð hér. Það sem að stendur upp úr eftir þessi 4 ár, það er þessi menning sem hefur ríkt hér í þessari bæjarstjórn. Og eins og við heyrðum bara síðustu 12 ár. Það er þessi virðing fyrir fólki, virðing fyrir skoðunum annara, bara virðing fyrir öllum skoðunum, heiðarleikinn, samtalið og þetta samráð sem er bara þvert á flokka og bara á fólk og það er það sem að stendur upp úr eftir þessi 4 ár sem ég hef verið og að starfa hér bara í umboði bæjarbúa og fá að hugsa hér samfélagið í heild sinni með hagsmuni íbúa að leiðarljósi. Það er samt mér langar að þakka líka þeim sem eru að sitja hér sem síðasta bæjarstjórnarfund. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, hann ætlar að vera með okkur hann hangi með okkur áfram þó svo að hann sé ekki í sæti hér en mér langar bara að þakka þeim bæjarfulltrúum sem eru hérna að fara. Þið vitið hver þið eru og ég vil bara þakka fyrir ykkar visku og ráðleggingar og þið eru sannkallar fyrirmyndir sem bæjarfulltrúar. Ég bara er þakklát fyrir ykkur. Þannig að ég segi bara takk og takk allir fyrir samstarf og ég bara hlakka til næstu 4 ára með þeim sem eftir eru og þeir sem að koma nýir inn. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir og þá næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ágætu samstarfsfélagar og gestir í sal og mjög aðrir sem kunna okkur að hlýða. Ég kannski segja svipað og bæjarfulltrúi Valgarður Lyngdal kom inn á ekki oft sami ræður fyrir bæjarstjórnarfundi, maður talar oft bara svolítið frá púltinu en ég samdi ræðu núna og og þetta er náttúrulega minn síðasti bæjarstjórnarfundur þetta kjörtímabil, stíginn í hlutverk varabæjarfulltrúar núna næsta kjörtímabil. Þannig ég ætla að fara með nokkur orð til ykkar, til okkar allra. Kæru samstarfsfélagar, bæjarfulltrúar, starfsfólk og aðrir sem eru hér viðstaddir. Nú sitjum við síðasta bæjarstjórnarfund eftir 4 ár í þessu hlutverki og langar mig að nýta þetta tækifæri og segja nokkur orð og fyrst og fremst til þess að þakka.
Það hefur verið mér mjög mikill heiður að fá að þjóna íbúum sveitarfélagsins okkar undanfarin ár og það náttúrulega það sem að hvetur mann áfram til þess að bjóða sig fram í þetta pólitíska hlutverk. Þetta hefur alveg verið lærdómsríkur tími, stundum krefjandi, þó mjög sjaldan og en umfram allt bara mjög gefandi. Ég fengi að kynnast ótrúlega öflugu fólki sem hefur lagt bara hjarta sitt í það að byggja upp gott samfélag og þið eru þar á meðal. Mér langar sérstaklega að færa ykkur þakkir. Ég kalli ykkur mínir bara samstarfsfélagar hér í bæjarstjórn og þetta hefur verið einstaklega gott samstarf sem við höfum átt síðastliðin ár. Og kannski bara svona til þess að líta svona 4 ár aftur í tíman að við náttúrulega búin að vera í minnihluta, við hjá Framsókn og Frjálsum og þegar við lögðum að stað inn í þetta kjörtímabil þá var það náttúrulega bara okkar markmið að starfa með en ekki á móti. Hafa rödd og hafa áhrif og ef ég sletta eins þá meika það bara mest sens af því að við erum bara litlu bæjarfélagi og það er ekkert gott eins og bæjarfulltrúi Valgarð Lyngdal kom inn á að vera hér með einhverja háværar raddir og vera bara með einhverja mótspyrnu þegar það er ekkert að fara að skila okkur þeim árangri sem við viljum. Ég hef allan virkilega kunnað að meta þetta samstarf sem við mátt innan hús, innan bæjarstjórnar og eins bara í þeim fagráðum sem við erum búin að vera að starfa og ég held ég tala ekki bara fyrir mitt ráð sem ég hef verið í með bæjarfulltrúa Guðmundi Ingþóri hér en það er alveg mjög mikið fyrir okkur að halda þessu á lofti til sem áfram sitja í bæjarstjórn að það skiptir eiginlega ekki máli hvort sem er meira en minni hluti ábyrgðin liggur hjá okkur öllum til þess að halda þessu samstarfi á lofti áfram. Mér langar einnig að þakka samstarfsfólki mínu í skipulagsumhverfisráði fyrir þessi 4 ár og þetta hefur alveg verið mjög kært að fá sitja inn í þessu ráði og þar hefur tekið bara stórar og mikilvægar ákvarðanir sem snúa að bæði bara þróun bæjarins og umhverfinu og framtíðarsýninni og ég er mjög þakklát fyrir það traust sem var sýnt að fá tilheyra því ráði og það góða samstarf sem við einkennt þarna innan hús í okkur. Og það er ekki bara bæjarfulltrúarnir, líka bara við starfsfólkið. Og talandi starfsfólkið, ég vil líka koma fram fyrir þökkum til þeirra að því á bak við hverja ákvörðun, eða hvert mál, eða hvert skref fram á við, að það er fullt af flottu og duglegu fólki, faglegu fólki sem er að vinna bara ómetanlegt starf og er ekkert oft mjög sýnilegt. Þetta kemur inn í fagráðum til okkar, þannig að það þarf að færa þeim mikla þakkir og bara bera virðingu fyrir þeim krafti sem ríkir því mannauði sem starfar hjá Akranesskvesta. En ég kveð að minnsta kosti bæjarstjórn með þessu sinni og tek sæti varabæjarfulltrúa á næsta kjörtímabili sem nú það að hefjast og eins og kannski búið koma augljóslega fram er ég mjög þakklát, þannig ég geng frá þessu tímabili og bara stolt yfir því að fá tæpningi að taka þátt í að hafa áhrif inn í bæjarfélagið okkar og að lokum bara óska ég öllum velfarnaðar í áframhaldandi störfum, bara komandi bæjarstjórn sem tekur fyrsta fundi sinn hér í júní og vona framtíðin beri með sér áfram góða þróun fyrir samfélagið okkar. Þannig takk fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og orðið er laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar og aðrir í sal. Það er víst komið að því og eins og margir kannski vita þá byrjaði ég minn feril fyrir 16 árum. Helviti langur tími en þá í rauninni fór ég eftir að verða mína skoðanir og rífa kjaftinn á kaffistofu og þar fram eftir göttunum. Þá fékk ég áskorun það að fara í prófkjör. Ég fór í prófkjör og það voru þar sitjandi bæjarfulltrúar sem að mér mikið óvart þá náði ég
þar öðru sæti og var þar á eftir höfðingjanum Gunnari Sigurðssyni. Ég skrifaði líka ræðu. Ég byrjaði minn feril hér í bæjarstjórn á því að ég skrifaði alltaf allt sem ég sagði. Ég gat ekki talað fyrir framan annað fólk nema ég væri með að skrifa. Sjálfsögðu gat ég yfir kjaftinn á kaffistofu en að vera komin í hóp af fólki og tala var mikill höfverkur en ég hafði það af og með tímanum að þá fór maður svona að geta talað þó að það hafi alltaf verið ákveðin kvíði fyrir því að þurfa að fara að rífast við einhvern eða svara einhverjum hér í þessum stól. Þá svona komst maður fram úr því. Oft var ég andvaka á nóttunni. Þetta ekki í ræðunni. En það svona þegar maður kemst á skrið og menn að tjá sig svona ræður og ekki ræður og skrifaður og ekki skrifaður. Ég skrifaði alveg hellinga ræðum þegar ég var andvaka á nóttunni. Og vandamálið var alltaf að þegar ég vaknaði eftir að ég sofnaði þá mundi ég ekkert hvað það var sem ég ætlaði að segja. Þannig að mína bestu ræður, þær samdi ég þannig en þær voru held ég aldrei fluttar. En sagan nú þannig að eftir að þetta byrjaði 2010 að eftir það höfum við í Sjálfstæðisflokknum alltaf tekið það ákvörðun að raða í sætin og ég var þess heiðursaðnjótandi að ég flaut alltaf með á listunum annaðhvort í öðru eða þriðja sæti. En svo bar nú við að núna þegar menn fóru að ræða listan að þá kom bara í ljós að það var ekki eftirspurn eftir gamla manninum og því þetta mín síðasta ræða í þessu ræðumstól. Ný bæjarstjórn tekur formlega við mánaðamótin og þá víkjum við sem ekki vorum á lista og svo þeir sem ekki í rauninni á kjöri. Svona í rauninni pólitíkin og þeir sem hafa í rauninni valdið á þessum tímapunkti, kjósendur, þeir hafa sagt sitt og niðurstaðan fengin og það þannig að ef ég fer rétt að þá eru fjórir bæjarfulltrúar sem að sátu síðasta kjörtímabil að fara út og sumir tveir af þessum fjórum fara á varamannabekkin. Nú, það gott tækifæri til að þakka öllum sem ég starfa með öll þessi ár og það eru bæði starfsmenn og svo náttúrulega allir þeir kjörnu fulltrúar sem ég hef starfað með og sérstaklega langar mig að þakka öllum þeim sem ég hef starfað með í ráðum. Bæði þar aðal og varamönnum. Og það ekki kannski stórt eða bragur af því að taka einhvern út úr svona stórum hóp, en ég ætla nú samt að gera það. Og ég ætla að vona að þeir sem ekki eru sérstaklega nefndir á nafn móðgist ekki.
En ef að svo þá verður það bara svo að vera. Ég ætla að byrja á vini mínum Kristni Halli Sveinsinni, en við höfum átt gott samstarf í velferðar- og mannréttindaráði í mörg ár og í rauninni bæði meiri og minnihluta. Ég held að ég get alveg sagt að við höfum verið mjög samtaka, sérstaklega í málefnum sem snúa að fötluðu fólki, en þó að sumir hafi haft á orði við mig gegnum tíðina að ég hafi engan metnað fyrir fatlaða einstaklinga, þá er það ekki rétt. Ég hef lagt mikinn metnað í það að við stöndum okkur vel í þessum málaflokki og tek undir með forsetavorum Valgarði Líndal Jónssoni að eitt af því sem að mér þykir leitt að skilja eftir, en skora þá á þá sem hér á eftir koma að drífa í að koma samfélagsmiðstöðinni á koppinn. Ég held að þetta yrði mikið og stórt bara á landsvísu ef okkur bæri svo gæfa að koma þessu af stað og í gagnið og skora því á þá sem að hér á eftir koma að ganga í það. Ég hafði ákveðnar væntingar, þó maður eigi ekki hafa kannski væntingar fyrir því að öðrum flokkum gangi vel í kosningum, en ég bara trúði því að vinur minn Kristinn Hallur Sveinsson yrði hér áfram og myndi stýra VAF áfram, en nú er það í rauninni komið undir þeim sem taka við og þá sérstaklega þeim nýja meirihluta sem að berast fréttir af að sé komin, og skora ég á þann meirihluta að standa sig vel í þessum málaflokki. Nú, ég get ekki undanskilið forseta vor, Valgarð Líndal Jónsson. Hann hefur starfað með mér 12 af þessum 16 árum og ég held að ég get alveg sagt að við höfum átt mjög gott samstarf öll árin. Valgarður sýndi mikinn drengskap hér á kjörtímabilinu 2014 til 2018 að þá var hann í minnihluta en ég í meirihluta og ég var formaður skipulags- og umhverfisráðs og allt í einu stóð ég frammi fyrir því á fundi að sá sem satt með mér frá meirihlutunum, árvísu varamaður þá, sem kom inn, hann umhverfist og ætlaði að fella framkvæmdaáætlunina, hann var ekkert sáttur við hana, sérstaklega út af einu máli, og sem betur fer að þá var Valgarður með mér í ráðinu og greiddi atkvæði með framkvæmdaáætluninni, þannig að hún var samþykkt 2-0 á þessum tíma og þakka ég honum kærlega fyrir það. Nú, það hafa nokkri bæjarstjórar verið á þessu tímabili og ég held ég þakka þeim bara fyrir hverjum fyrir sig þegar þeir hafa látið á störfum, en ég hef ekki náð því að flytja Haraldi Benediktssyni þakkir mínar fyrir okkar tíð saman og samvinnu og ég ætla að óska honum velfarnaðar á hans nýju vegferð, en hann er orðinn oddviti í okkar vinarhreppi hér
Hvalfjarðarsveit, þannig að ég vænti þess að það verði góð samvinna með okkur hér á Akranesi og Hvalfjarðarsveit. Mig langar líka að þakka og nefna einn starfsmann sem að ég held að sé að verða svo eini sem að er starfandi frá því að ég byrjaði og það er hún Sveinborg Kristjánsdóttir eða Bogga. Ég hef setið í velferðar- og mannréttindaráði og það ráður fjölskylduráði þar sem að hún hefur í rauninni verið starfsmaður sem hefur verið inni og unni með ráðinu allan þennan tíma. Þannig að ég hef átt mjög gott samstarf með henni en ég ætla ekki að erfa það við hana. Þó að hún hafi á sín tíma þegar ég var ungur og óreyndur bæjarfulltrúi og þá var svo tíð að það mátti gera grín að fólki og stríða. Nú má það víst ekki mikið, en þá tíðkaðist það að láta bæjarfulltrúa helst éta einhvern óþverra. Það er til sögur af mönnum sem hafa borðað jafnvel svampa. En Bogga var svo sniðug og hún dundaði sér við það að hún keypti kex með kremi og hún dundaði sér við það að taka kexkökurnar í sundur, skafa kremið af og svo setti hún tannkrem og setti svo kökurnar aftur saman og bauð okkur til áts á hérna ráðsfundi. Og það kom nú svolítið svipur á hana þegar ég borðaði eina kexkökuna og ég sagði ekki orð. Og ég held að ég hafi verið að fara að teygja mig kexköku númer 2 þegar hún fór og viðurkenndi glæpinn og sagði að það væri tannkrem á kexkökunum. Og ég sagði já, mér fannst eitthvað skrítið en þetta var nú ekkert vont. En þetta má ekki í dag, en þetta var mjög skemmtileg upplifun og fer í sögu bankan. Þannig að þegar ég rifja þetta upp minn feril þá er þetta eitt af því sem ég man einna best. Nú, ég verð að þakka vinum mínum hér í Framsókn og Frjálsum þó ég veit ekki ennþá hver þeirra er frjáls. En ég þakka þeim kærlega fyrir alla samvinnuna og Líf Ása hefur verið með mér var í skóla og frí sem hét þá og við áttum mjög gott samstarf þar. Og ég var að vísu, held ég á þetta sé fyrst skiptið á þessu tímabili sem að við Raggi sátum saman í ráði. Ég var þess heiður aðnjótandi að fá að leiða bæjarráðið í eitt fæðingarorlof, þannig að þá fekk ég tækifæri til að sitja með Ragga og það er nú satt að segja ekki besta ráðið að vera í það sem Raggi er. Því að fundirnir eru alveg ótrúlega langir. Hann segir svo mikið af góðum sögum og kann alveg ógrynni af sögum og segir skemmtilega frá. Þannig að þetta teygðist oft í nokkru klukkutíma og svo fekk ég afhenta könnu frá starfsmönnum. Þau voru svo þreytt á því að þetta væru svo langir fundir að ég fekk könnu sem að
stóð á henni var það ekki þessi fundur hefði átt að vera á Teams eða netinu. Þannig að eins og það sé eitthvað til þess að stytta þá. Ég held að Raggi segi nefnilega ekki eins margar sögur þegar það eru netfundir. Þannig að ég vara bara við þessu að þeir sem að sitja í ráði með Ragga, þeir verða eiga góðan tíma framundan þegar er ráðsfundir. Nú, ég verð að þakka vinum mínum og sem að hafa þolað mig, Líf og Ingþór, sérstaklega fyrir þetta ferðalag sem við höfum átt saman síðustu 4 árin og einnig þeim bæjarfulltrúum sem hafa komið hér, varabæjarfulltrúum. Þetta er búið að vera skemmtilegt ferðalag. En það er í rauninni einn maður og síðast en ekki síst, þá vil ég þakka honum kærlega alla góða samvinnuna. Það er maðurinn sem að í rauninni hefur haldið stjórn á hlutunum öll þessi ár, flest þessi ár sem ég hef setið og hann leggur mikla vinnu í þetta. Og það er Steinar Adolfsson. Það hefur verið einstakt að fá að vinna með þér frá því að þú komst til starfa. Og að öllum ólöstum þá hefur þú séð til þess að láta þetta ganga og einstaklega gott að eiga þig að. Og ég held að ég fari ekki með mjög rangt mál þegar ég segi að Steinar er sá sem hefur verið oftast bæjarstjóri á Akranesi held ég. Ég held að hann hafi verið 3 bæjarstjóri. En alltaf gengt sviðsstjóraembættinu með, þannig að ég held að hann sé svona einn af þeim dýrmætari starfsmönnum sem við höfum. Nýjum bæjarfulltrúum óska ég til hamingju með kosninguna, svo og núverandi bæjarfulltrúum sem hlutu endurkosningu. Ykkur óska ég velferðnar í ykkar störfum. Ég veit, eftir því sem fréttir segja og ég hef enga efasemdir að það sé ekki réttar að undir forystu Lífar Lárusdóttur og Ragnars B. Sæmundssonar muni ykkur og okkur öllum á Akranesi farnast vel næstu árin. Kitti og Sædís, þrátt fyrir að ná ekki kjöri sem aðalbæjarfulltrúar, þá veit ég að þið munu sinna vel þeim hlutverkum sem ykkur verður falið næsta kjörtímabil og óska ég ykkur velferðnar í því. Takk öll sem ég fengi tækifæri til að kynnast á þessu ferðalagi. Það er dýrmætt að fá að kynnast öllu því fólki sem ég fengi tækifæri til í gegnum starf bæjarfulltrúans. Ég hef verið svo heppinn að ég hef setið í stjórnum samtaka sveitarfélaga, bæði á Vesturlandi og svo á landsvísu og þetta er óheyrilega góð og dýrmæt reynsla og maður hefur kynnst fólki út all land sem er mjög dýrmætt og ég hvet ykkur sem að verði bæjarfulltrúar því það er í rauninni bara bæjarfulltrúar sem hafa setur rétt í stjórn sambandsins að ef þið hafið tök á því. Ég sóttist ekki eftir því, mér var boðið þetta sem varamaður fyrst og dett inn að því að aðalmaðurinn fór til annarra starfa, hætti sem sveitarstjórnarfulltrúi og þá datt ég inn eftir bara hálft ár sem var liðið af síðasta kjörtímabili og þetta er búið að vera einstök reynsla að fá að sitja við þetta borð. Hún er
hefur líka verið erfið og vil ég nefna sérstaklega þegar kennaraverkfallinu stóð að það var ekki létt að standa þá í stjórninni og ætla ég svo sem ekkert að fara yfir það þannig en í þessu eru líka erfiðir tímar og við sem erum í bæjarstjórn og ráðum og annað, við upplifum erfiða tíma líka og þeir skulu vera undirbúin undir það, þeir sem komi nýinn, að þetta ekki alltaf einfalt og seta í velferðar- og mannréttindaráð getur alveg tekið á því að þó að fólk lesi fundagerðirnar að þá eins og það gerist ekkert mikið í velferðar- og mannréttindaráði. En þar tekið á í rauninni erfiðustu málum kaupstaðarins og það getur í rauninni tekið töluvert á. Svo ég sé ekki langorður, þetta var mjög stutt ræða sem ég skrifaði en hún er að klárast. Enda ég mun eins og yfirleitt flestir, ég mun ganga mjög sáttur frá þessu borði. Ég hafði hugsað mér þetta aðeins öðruvísi en ég sáttur og ég ætla ekki að erfa neitt við neitt. Við höfum tekist á og þó að sumir segja að þetta sé alltaf 9-0, þá það ekki alltaf 9-0 og þau mál sem kannski ekki 9-0 hafa verið á tíðum erfið. En við höfum tekist á, en ég hef alltaf farið út úr þessu sal þannig að ég erfi ekki neitt við neitt og ég kann vel við ykkur öll og vona að þið hatið mig ekki mikið en svona þetta. En nú í rauninni mínu hlutverki að ljúka hér og ég veit allavega eina manneskju sem mjög sátt við það að ég skuli vera að hætta. Hvað svo sem það endist lengi þessi ánægja hjá henni þegar hún þarf að þola mig meira heima við en áður. Skal ég ekki segja neitt en ég ætla að færa eiginkonu minni og fjölskyldu að lokum þakkir í rauninni fyrir að hafa þolað þetta brölt á mér síðustu 16 árin. Að því loknu segi ég bara takk fyrir mig og gangi ykkur vel. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson var orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðra sem okkur hlýða. Ég ekki með undirbúna ræðu, ég mjög sjaldan með undirbúna ræðu en það kemur fyrir. Mér fannst eitthvað skrítið að vera með mikla þakkaræðu og koma svo aftur í haust, halló, sem var bæjarfulltrúi. Þannig að ég ákvað að sleppa því. Ég bara þakka fyrir þessar ræður sem hafa verið fluttar hérna, teku undir hvert orð í þeim. Það var skemmtilega, það var erfitt að koma upp á eftir stand up eins og Einar Brandsson með þetta var mjög góð yfirferð og skemmtileg og ég þakka fyrir bara hlý orðið Mungard. Ég líka óska forseta og Valgarði Lyngdal Jónssoni til hamingju með að í rauninni vera að fara út á eigin forsendum. Við erum 4 sem erum að fara út og hann eini sem einu okkar sem að fara út að eigin ósk og frumkvæði. Við öll hinn virtum á einhverjum tímum úti halda áfram, höfum okkur
tvö fram til þess og munum dingla þarna sem varabæjarfulltrúar næstu 4 árin og það bara ágætt og sinna einhverjum hlutverkum vonandi. Þannig að að það bara mjög gott og það eru ekki margir í þessu starfi sem fari raun og veru út á eigin forsendum. Einhvers staðar að það var 80-90% sem annarkvort hafnað flokkundum sínum eða kjósendum. það svoleiðis við erum 75% sem við hefðum vilja halda áfram meðan 25 að fara út á eigin forsendum og það er gott fyrir hann. Það er svona sárra fyrir okkur hinn. En einhvað síður, þetta búið að vera skemmtileg 4 síðustu ár. Ég ætla að þakka bara þeim bæjarfulltrúum sem ég hef setið með og þeim varabæjarfulltrúum sem hafa komið líka og fulltrúum í ráðum sem ég hef starfað með, starfsfólki velferðar og mannréttindasviðs og þeim starfsfólki sem hafa komið þar inn á fundi og farið yfir mál með okkur. Ég þakka þér Steinar fyrir bara ánægulegt samstarf síðustu kjörtímabil sem ég hef setið sem aðal bæjarfulltrúi. Þetta eru komin 7 ár núna held ég. Ég kom inn eftir að rúmt ára liðið af kjörtímabilinu 2018 til 2022. Þannig að þetta er búið að vera góð tími og ég hef lært mikið. Og ég hef lært mikið af öllum bæjarfulltrúum sem hafa setið og líka bara af starfsfólki og öðrum. Þannig að ég tek undir þakkir til Sveinborgar Kristjáns, hún hefur verið allan tíma sem ég hef verið bogga, hún er frábær. Þannig að ég held að það sé bara gott að ljúka þessu hér. Ég kannski fæ að heyra í Einari eftir svona þegar álíður fá tips hvernig maður trekkir ragga þessu vegna þess að Einar hefur mjög gott lag á því. Þannig að það verður gott að sækja þannig reynslubanka. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Kristinn Halldór Sveinsson. Ég verði eiginlega að fá að bæta einu við ræðu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Jú, það er rétt að Einar kom inn sem formaður bæjarráðs þegar að bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fór í fæðingarorlof og það er líka rétt hjá honum að fundi bæjarráðs geta verið langir. Það er bara svona eðlileg tímalengd á einu bæjarráðsfundi er 1 vinnudagur það bil. Það er bara að byrja klukkan 8 á morgni og það er nánast unnin heill vinnudagur. Þannig að réttara orð yfir bæjarráðsfund er bara vinnudagur bæjarráðs. Það er í raun og veru það sem hann er. En ég get alveg lofað ykkur því að fundir bæjarráðs þeir styttust ekki við það að bæjarfulltrúi Einar Brandsson settist í ráðið. Bara svo það sé sagt. En orðið laust ef að fleiri vilja, bæjarfulltrúi Lífása Skarðstað og svo bæjarstjóri þar á eftir. Gjör svo vel Lífása. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, gestir í sal og aðrir sem ákliða. Ég ætla að líka koma með smá ræðu sem ég hef ekki verið vön að gera. Ég hef ekki verið vön að vera með eitthvað niðurskrifað. En mér þykir mikilvægt að koma því út sem liggur mér á brjósti og þess vegna ákveði að skrifa þetta niður í staðinn fyrir að taka áhættuna og muna allt sem að mig langaði til að segja. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, starfsfólk og aðrir fundarmenn. Í dag sitjum við hér á síðasta bæjarstjórnarfundi þessarar bæjarstjórnar sem eru ákveðin tímamót. Svona stund sem fær mann ósjálfrátt til að líta hans öxl og hugsa allt sem hefur gerst
á síðastliðnum 4 árum. Öll málin sem hafa farið hér í gegn, stóru ákvarðanirnar, litlu sigrarnir, erfiðu umræðurnar, löngu fundirnir, kaffibollarnar á milli og stundirnar þar sem við höfum verið sammála og jafnvel oftar ósammála. Bæjarstjórn er mjög sérstakur vinnustaður. Hér sitjum við 9 einstaklingar, öll með ólíka sýn, mismunandi bakgrunn og stundum mjög ólíkar hugmyndir leiðina áfram. En ég held að flest okkar hafi átt eitt sameiginlegt markmið, að gera vel fyrir Akranes. Áður en að ég ætla að gera eins og bæjarfulltrúi Einar Brandsson gerði hér áðan að ég vil taka skýrt fram að ég noti samstarfsins við ykkur öll. Það hefur verið sannur heiður að fá að sitja með ykkur bæði varabæjarfulltrúum og bæjarfulltrúum og bæjarstjóra. En mér langar samt að nefna nokkra. Áður en ég geri það ætla ég nú. Við höfum vissulega tekist á, stundum verið ósammála og staðið sitt hvorum megin í stórum málum. En þegar ég horfi tilbaka er það ekki fyrst og fremst ágreiningurinn sem stendur upp úr, heldur þið sem sitið hér inni. Því þó það sjáist ekki alltaf út af við, þá hefur þetta kjörtímabil líka einkennst af miklum hlátri, léttleika og góðum stundum. Það hefur kannski ekki alveg verið í pontu, jú, nema kannski rétt á undan þegar bæjarfulltrúi Einar Brandsson var með stand-up comedy sitt, en yfirleitt hefur það verið hér á fundunum okkar, á milli funda og alls þar. Þannig að það hefur verið mikill hlátur, léttleiki og góðar stundir. Stundum var það bara einfaldlega eina leiðin til þess að komast í gegnum þunga dagskrá. Og ég held að það sem skiptir máli að maður segi það upphátt. Að þó pólitík getur verið hörð, þá höfum við líka geta verið mannleg saman, sem er mjög dýrmætt. Fyrir það vil ég þakka ykkur öllum. Í dag langar mig þó sérstaklega að nefna nokkra einstaklinga sem hafa markað þetta kjörtímabil hjá mér. Fyrst vil ég þakka forseta bæjarstjórnar, Valgarði Lyngdal Jónssyni, fyrir samstarfið á liðnum árum. Við höfum starfað saman hér á þessum vettvangi í 8 ár. Og ég ber mikla virðingu fyrir þér sem hefur getað staðið hér uppi og haldið heilu ræðurnar alveg bara, það hefur örugglega verið oft mjög þurr munnur og ekki auðvelt. Það er ekki auðvelt að stýra fundum þar sem skoðanir eru sterkar og hitinn getur orðið mikill. Fyrir það áttu þakkir skildar. Nú þegar þú situr hér þinn síðasta fund vil ég þakka þér fyrir framlag þitt til bæjarmála og samstarf sem við höfum átt. Næst langar mig að þakka bæjarfulltrúa Einar Brandsyni. Sennilega oftar verið mótherjar en samherjar í pólitík. Ekki alltaf sammála og stundum staðið sitt hvorum megin við málin. En þegar ég lít tilbaka, þá held ég að ég hafi ekki lært eins mikið varðandi pólitík og af akkúrat þér. Þú hefur kennt mér mikilvægi þess að spyrja spurninga, að samþykja ekki allt sem mann er sagt án þess að rýna betur, að kafa dýpra, skoða gögnin, velta við steinum og vera óhræddur að setja spurningamerki við það sem virðist augljóst. Sú gagnrýna hugsun skiptir máli í stjórnsýslu og pólitík og ég held að ég taki það með mér áfram. Ég held það ekki, ég veit það. Og þó við stundum höfum tekist á, þá vil ég samt sem áður þakka kærlega fyrir bæði samstarfið og ágreiningin. Því ágreiningur þarf ekki að þýða óvirðing. Stundum er hann einfaldlega merki fólk sem hefur ástríðu fyrir verkefninu og fyrir það áttu þakkir skildar. Bíddu nú við. Misti aðeins niður línu. Ég held að eftir öll þessi ár með þér, þá er ég komin á þann stað að ef einhver segir mig hvað klukkan er, þá langar mig ósjálfrátt að biðja 3 heimildir og minnisblað. Mér langar líka að nefna samstarfi mitt við Jónínu Margréti Sigmundsdóttur, formann Skóla- og frístundaráðs og Þór Guðjónsson sem sat þar með okkur. Skóla- og frístundaráð snýst málaflokkar sem liggja mér nærri hjarta. Börnin okkar, skólana, íþróttirnar og tækifærin sem við búum þeim. Þar hefur við átt mörg, góð samtöl, stundum flókin mál og oft þurft að taka erfiðar ákvarðanir. En líka átt augnablik þar sem maður hugsaði í alvöru, er þetta virkilega það sem við þurfum að fara að ræða enn einu sinni. Og fyrir samstarfið í ráðinu vil ég færa ykkur kærar þakkir.
vill reyndar koma inn á það að fyrstu 2 árin í skóla- og frístundaráði þá var bæjarfulltrúi Einar Brandsson þar meðlumur og ég get allavega sagt upplýst ykkur það að fundartími skóla- og frístundaráðs styttist sirka helming eftir að hann fór út úr ráðinu. Þannig að það er eitthvað þarna. En svo er það einn einstaklingur sem ég langar sérstaklega að fá að nefna og það er bæjarfulltrúi Sædís Alexía. Það er skrítið að hugsa til þess að þú sitir hér þinn síðasta bæjarstjórnarfund. Því þú ekki bara verið samstarfsfélagi í pólitík, heldur líka kær vinkona. Ein af þeim sem maður getur hlegið með, pirrast með, rætt málum við og stundum sent skilaboð á kvöldin. Erum við ekki örugglega að gera rétt? Ég ætla ekki að fela það að ég sé mikið eftir úr bæjarstjórn. Þú lagt þitt að mörkum með þínum hætti og það mun sjást þegar þú ert farin úr þessum sal. En svona er lýðræðið. Fólk kemur inn og fólk fer út. Ný andlit taka við og önnur hverfa af þessum vettvangi. Og stundum er pólitík bara tík. En kannski er það líka það sem gerir hana svo sérstaka. Hún kennir manni að gleðjast, kyngja ósigurum, standa aftur upp og halda áfram. Hún kennir manni að fólk sem hefur tekist hart á í fundarsal getur samt borið virðingu fyrir hvort öðru þegar fundi lýkur. Að lokum langar mig svo að þakka starfsfólki Akraneskaupstaðar. Þeir eru stoðirnar sem halda samfélaginu okkar gangandi á hverjum degi. Okkur tekst stundum að ræða mál í marga mánuði sem þið þurfið svo einfaldlega að framkvæma. Og fyrir þá þolinmæði eigið þið líklega stærri þakkir en við náum að koma í orð. Svo vil ég þakka ykkur öllum sem hér hafa setið með mér á þessu kjörtímabili fyrir samtölin, samstarfið, skoðanaskiptin, hláturinn og stundum þolinmæðina. Það hefur verið heiður að fá að sitja hér og vinna fyrir bæinn okkar. Því á endanum snýst þetta ekki okkur sem sitjum í þessum tímabundið. Það snýst Akranes, fólki okkar og samfélagi sem við erum öll að reyna að skilja aðeins betra eftir en við tókum við því. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarfulltrúi Leifs á Skarðstað og bæjarstjóri Steinar Adolfsson næstur á mælendaskrá. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir í sal. Ég vil taka undir orð þeirra sem hér á undan hafa verið og þakka kærlega fyrir samstarfið þessi ár til þeirra sem eru að láta á störfu núna sem bæjarfulltrúar. Þetta hefur verið einstaklega góður tími og fyrir hönd okkar starfsfólks vil ég færa ykkur sérstaka þakkir. Það er nú einu sinni þannig að það er í rauninni bara hér það sem að starf bæjarfulltrúans er sýnilegt. Það er að segja, við erum með útsendingar af fundunum og ég veit ekki hvort að fólk gerir sig grein fyrir því, en ef við tökum bæjarfulltrúa Einar Brandsson sem að hefur verið hérna í 16 ár, þá er það þannig bara með lauslega skoðun á heimasíðu Akraneskaupstaðar að þá eru bæjarstjórnarfundir það bil 18 til 20 ári. Lauslega snara þá þeir 18 en ef maður telur þá þeir 20. Því að við erum með hérna í desember venjulegast bara 1 fundur, júní 1 fundur og svo 1 fundur í ágúst. En þetta eru sem sagt 18 fundir á ári. Þetta eru þá 72 fundir á kjörtímabili og það sinnum 4 eru 288 fundir, virðulegi bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Kæri forseti, fyrir þín 3 tímabil þá eru þetta 216 fundir í bæjarstjórn. Síðan er það nú einu sinni þannig að allir bæjarfulltrúar sitja í fagráðum. Þar er mikil vinna og óheyrilega mikil tími sem fer í það vafstur. Þeir fundir eru blessunarlegi bæjarráði, þá náum við í rauninni bara fyrir sveigjanleika þá viðkomandi bæjarfulltrúa, þá höfum við getað haft þá fundi á dagvinnu tíma. En flest önnur ráð eru hérna seinnipartin eða kvöldin. Þannig að ég vil meina það að það að taka þátt í vinnu sem sveitarstjórnarfulltrúi er í rauninni lífstíll að einhverju leyti. Launin eru ekki mæld í fjármunum. Þau eru eitthvað allt annað. Og ég held að skipti máli það sem að
forseti kom inn á hér í upphafi þegar hann talaði starfsaðstæður. Þetta skiptir máli og það ekki gott ef að það mikil endurnýjun á milli kjörtímabila. Það hefur bara töluvert að segja og það mjög dýrmætt að hafa reynda bæjarfulltrúa, en auðvitað kemur alltaf maður í manns stað, bara svo það sé sagt. Varðandi sögurnar sem að Einar Brandsson bæjarfulltrúi nefndi, þá finnst mér nú eiginlega skemmtilegri sagan. Svampsagan reynda mjög góð. En það líka til góð saga svokallaðar lýsisrúsínur. Þar sem að voru settar súkkulaði á lýsispillur. Og mér skilst að upplitið á þeim bæjarfulltrúum hafi ekkert verið sérstakt. Síðan líka til góð saga af þáverandi, ég held að hann hafi verið bæjarstjóri þá, forstöðumaður Fjölliðunnar, Guðmundur Páll Jónsson. Hann alltaf að flýta sér, eins og við þekkjum hann. Og svo rauk hann út á fund á Vesturlandi og þá var búið að sauma inn í ermarnar á jakkanum. Þannig að þegar hann síðan á fundinu fer að mæta í, þá hann bara eins og mörgæs. Komst bara ekkert í jakkan. Þannig að það til ýmsar svona sögur, en þessi þáttur hefur farið kannski örlítið minnkandi undanfarin ár, en það sem betur fer alltaf stutt í gleðina og við höfum notið þessa tíma mjög mikið, kannski sérstaklega ég, veit ekki með aðra í kringum mig, en þetta vafstur og samstarfi bæjarfulltrúa mér einstaklega gefandi, bara svo ég segi það, þetta eiginlega forréttindi að fá meira sér að borga fyrir þetta, það eiginlega ótrúlega. Ég ekki alveg viss að ég sé sá bæjarstjóri sem hafi verið oftast bæjarstjóri. Ég veit ekki alveg hversu eftirsóknarvert það ég var eins og ég hef sagt á það, var rekinn eftir að hafa fengið að flytja fyrirræðu í ársreiningi 23, en þá tók Halli við, þannig að það var svo mikil mínus á ársreiningnum að það var ekki hægt að hafa þennan bæjarstjóra. En það getur vel verið, ég held reyndar að Jón Pálmi hafi verið oftar, en hvort að það var í hlutverki Staðgengils, ekki alveg kláraði, en það breytir ekki því að ég allavega mjög þakklátur fyrir þann tíma sem við höfum átt saman. Ég búinn að starfa þá með Einari, síðan 2013. Valgarður forseti, Lyngdal Jónsson forseti kemur inn 2014 sem aðalbæjarfulltrúi og frá þeim tíma hefur hann verið forseti bæjarstjórnar og það hefur verið 2018, ok. En það hefur verið einstaklega gott að vinna með ykkur báðum. Valgarður Lyngdal Jónsson mjög klár í sínum störfum sem forseti, hefur farnast mjög vel. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, hann mikill sérfræðingur í bæjarmálasamnefndinni og ég hef nýtt mér það mjög mikið. Stundum skilur hann ekki alveg, en það kannski aukaatriði, en við náum alltaf saman í restina. En ég vil bara fyrir hönd okkar embættismanna færa ykkur bara kæru þakkir fyrir afar gott samstarf. Svo ég gleymi nú ekki Kitta Kristni Halli og bæjarfulltrúa og Sædísi Alexíu Sigurmundsdóttur bæjarfulltrúa. Þá vil ég líka þakka sjálfsögðu fyrir það, góða samstarf. Mannandi Sædísi Alexíu bæjarfulltrúa, þá höfum við náttúrulega unni líka saman sem embættismenn, þannig að það var einstaklega góðu tími og verður eftirsjá af ykkur í þessum störfum, en eins og ég sagði að þá það einu sinni þannig að kemur alltaf maður í manns stað og nýjir bæjarfulltrúar verða mjög velkomnir. En ég held að kannski stóra gæfan hafi mitt verið eins og þið hafi flest hver komið inn á, að það hefur verið, bæjarfulltrúum hefur farnast vel að vinna saman, óháð einhverju meir og minni hluta. Og það svolítið sérstakt að ég tel fyrir Akraneskaupstað. Ég finn það bara í samtölum mínu við aðra embættismenn, að þá maður stundum ekki alveg að skilja hvað vandamálið í samstarfinu, vegna þess að við höfum notið þeirra forréttinda að samtali hefur verið öðru síðan. Og það skiptir máli. Auðvitað verður að rými fyrir pólitíska
pólitísk átök og mismunandi áherslur. En það nú einu sinni þannig að fjármagni á skornum skammti því miður, þannig að fólk þarf að velja vel, vera að gera sitt besta í því. Og ég held ég ljúki bara orð mínum með að segja kæra þakkir fyrir samstarfið. Takk. Takk fyrir kærlega bæjarstjóri Steinar Adolfsson. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir í sal. Ég ætla ekkert að breyta neinu og skrifa enga ræðu. Og hef svo sem kannski ekkert miklu við að bæta. Mér langar kannski að taka orð bæjarstjóra hérna. Það kemur auðvitað alltaf maður í mannstað og ég heldur sem að fara að fá inn bara mjög flotta fulltrúa sinna flokka og hef fulla trú á þeim. En rétt eins og bæjarstjórinn fór yfir að þá erum við samt sem áður að kveðja hérna fulltrúa sem eru búin að setja hátt í 300 bæjarstjórnarfundi og það gríðarleg reynsla og ég held að fólk gerir sér ekki oft grein fyrir bara svona stofnanaminninu sem fer út þegar svona bæjarfulltrúar kveðja. Bæjarfulltrúar Einar Brandsson með oft á tíðum alveg óþolandi minni og man alveg ótrúlegustu hluti þegar maður ætlar að kveðja hann í kútinn sem oft bara mjög gaman líka. Við höfum oft tekist vel á og sér í lagi kannski á síðasta kjörtímabili þar sem við tókust vel á en Einar Brandsson, bæjarfulltrúi Einar Brandsson býr samt yfir þeim eiginleika að þegar hann stígur úr púltinu þá það mál búið og það gríðarlegur eiginleiki. Það gott og þá líka við bæjarfulltrúa Valgarð Lindahl Jónsson að það gott að menn geti tekist á hér og svo þegar við stígum hér niður að þá allir vinnir og félagar og bara næsta mál. Það allir hér að starfa fyrir bæinn sinn og hagsmunum bæjarins. Og auðvitað erum við ekki alltaf sammála og það líka bara gott. Þannig verða bestu ákvarðanir teknar, bara í umræðinni. Mér langar bara svolítið til þess að nýta þetta tækifæri og segja bara að þakka ykkur tveimur kærlega fyrir ykkar störf og bara fyrir þann tíma sem ég fengi að starfa með ykkur. Þessi 2 kjörtímabil. Þetta langur tími ykkur og þið farið út með mikla reynslu en ég vænti þess líka að þið hjálpið ykkar fólki sem að koma inn og miðli þessari þekkingu. Það gríðarleg þekking að baki. Það eru 2 bæjarfulltrúar að fara á eins og við komum fram hérna varamannabekkin en ég ætla ekkert að kveðja þau. Bæjarfulltrúa Kristín Hall og bæjarfulltrúa Sædís Alexíu. Ég bara fulla trúa því að þau verði áfram með okkur og komi inn á bæjarstjórnarfundi öðru hverju og verði þá bara búin að byggja upp alveg gríðarlega þörf fyrir að taka þátt í umræðinni. Ég vil kannski svona bæta einu við. Einar gerði mikið úr því að lengd bæjarráðsfunda. Það náttúrulega búið að rekja það í öðrum ræðum að það ekki mitt. En hins vegar kannski getið viðurkennt að þegar við Einar komum saman og þá kannski verður úr einhver blanda sem lengir svona fundi. En bara að lokum bara takk kærlega fyrir ykkar störf, bara fyrir bæjarfélagið, takk kærlega bara fyrir okkar kynni, þau hafa verið góð og bara vegna ykkur vel. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson og bæjarfulltrúi Guðmundur Ingvar Guðjónsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, verandi bæjarfulltrúar og aðrir ákveðnar líða. Ég byrja á að skila kveðju frá Líf Lárusdóttur sem átti ekki heimangengt á hann á fund. Kveðju til ykkar allra og sérstaklega þeirra sem yfirgefa sviðið og takk fyrir flott störf. Ég vil einnig nota tækifærið og þakka forseta og risaðalinn okkar Einari Brandsyni fyrir samstarfið síðustu 4 ár, bara ánægjulegt. Kristni Hall sömuleiðis.
en sérstaklega Sædísi Alexíu Sigurmundsdóttir sem að búin að vera með mér í ráðinu þessi 4 ár, voru virkilega ánægilegt samstarf, gott. Við höfum alveg tekist á þar en alltaf samt á held í réttu nótunum með góðu samtali og það hafa ekkert margir stólar fengið að fljúga á fundum hjá okkur. Þeir hafa verið langir, áhugaverðir og skemmtilegir, enda á þess að gera lítið úr öðrum, þá segi ég bara að þetta er langstærsta og flottasta ráðið. Eins og við höfum alltaf sést í umræðum hér á bæjarstjórnarfundum síðustu 4 ár. En númer 1, 2 og 3 vil ég bara þakka öllum kærlega fyrir samstarfið, hlakka til að eiga samstarfið nýja fulltrúa og mun auðvitað sakna skemmtilegu ræðina frá Einari Brandtssyni, en ég treysti því að hann mæti bara á alla bæjarmálafundi þá í staðinn og haldi þá góða ræður þar hjá flokknum okkar. En að lokum segi ég bara takk kærlega fyrir mig. Takk fyrir bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls í þessum óundirbúnu umræðum? Svo ekki. Ég þakka þeim bæjarfulltrúum sem hér hafa komið upp og talað í tilefni af því að við ljúkum núna þessu kjörtímabili þessarar bæjarstjórnar og óska þeim sem viðtaka til hamingju með kjörið og óska þeim velfarnaðar í sínu störfum í þágu samfélagsins okkar hér á Akranesi. Ég minni bæjarfulltrúa á við eigum eftir að klára eitt mál númer 1, en núna á meðan að slökkt á útsendingu og það allt saman gert klárt, þá þessu fundi hér með frestað.